Það var þetta. Velkomin. Gæði. Myndaðili. Myndaðili. Við erum þess búin að vera að kjafta hérna í hálftíma. En þá var engin myndaðil. Og það er hérna einn hundur hérna að passa upp á andan í húsinu. Það var svona offline, eins og settir. Og við vorum að baktala alla víni okkar. Þess vegna erum við að hlæjandi. Já. Allir búin að losa með súpu. Og ég er ennþá ákveðinn að stilla myndaðilina. Ég er bara að veðja á allt heyrist eðlilega. Þetta er sem sagt Stúdíó Guðjón. Stúdíó Guðjón. Fyrsta upptaka, Viðtal. Og ég er náttúrulega búinn að tala um það í mörgum vídeó og Viðtalfæri að vini mínir að íta á mig að fara að byrja með viðtöl. Þeir eru svo helviti erfiðir. Ég er kvíðnari yfir fyrsta viðtalinu heldur en Raggi, sko. Það ætti að bara að spila þeirri og veit ekki hvað maður ætti að tala um þetta neitt. Ég er með punkta. Já, það er. Ég er með punkta. En fókusinn á því sem ég vil vera með er fókusinn á gestinn, sko. Já. Ég get rantað um öll mín sjónarmið. Það sem ég kvíði mest er það að ef ég ger eitthvað meira af þessu, það sem ég kvíði mest er ef ég er að fá til mig gesti sem er að berjast fyrir einhverju sem ég er ósammála. Þá hætti ég að geta rantað um það. Já. En samt ekki, þú hætti ekki að hætta því. Þú hætti að fara öðrum í síðan. Já, það gæti sko það. Já, bara penna. Þú verður að vera penni í. Þú verður svo næs að vera bara. Geta látið allt flakka og sagt allt. Nei, það er náttúrulega, þú verður að, já, eins og ég segi, fara aðeins penna í það. Ég sá hvort ekkur, þeir ekki örugglega rauðamerkið. Maður þarf tæknimann, sko, þegar þetta verður professional. 2 myndavélar og hljóð hérna, eða þú veist, hljóðu upp í. Við getum tekið upp hljóð. Já. Já. Það átt að klippa það saman. Nei, en þá gæti ég, sko, ég er með þetta í sjálfkvætti, sko. Ef ég fæ hugmynd undir stýri. Já. Þá get ég kveikt bara á því tveimur. Já. Núna bara kveiki hérna á mækinum. Nú er ég byrjað að taka upp. Og ég get bara lagt hann með þér. Já, það er svona alltaf að klippa það við myndina. Já, þá gæti ég verið bara með ljósmyndir á okkur og... Já, auðvitað. Ég þýtti ekkert að vera synkar, sko. Nei. Það er bara einhver professional gaurar sem kunna það. Já. Það er svona fínt. Það er svona fínt, ég var að skoða hérna svona mæk og svoleiðis. Hvað þetta er hellings pengur í þessu. Það þú ætlar að gera almennilega hluti. Ertu þá að hugsa fyrir andröðin? Nei, ég ætla að slaka hérna. Ég bara ef maður, þú veist, væri fyrir viðtalvara, sko. Ef þú varst með mæk þá þarfst orðið hljóðkort. Ef þú varst með, sko, þetta fjastýra, þú veist, eins og við erum með í upptökum, bara mikrofónið hér, þá þarfst orðið sér hljóðkort í tölvuna. Ég á 2 svona tæki. Já, ok. Ég lánaði þau. Nei, ég ætla bara að spá í hvað... Ég bara vilt prófa fictís og ég er ekki að fara að nota þau í sumar. Nei. En það, þú veist, þú ert nú ekki langt í burtu. Nei. Í verstafallega Timbuktu. Timbuktu. Já, það er... Ef ég þarf að kalla eftir þér, sko. Já, það er ekki mál. Það er alltaf einhver með líklega mér. Ég fekk pening á PayPal-ni þegar svo ég keypti svona? Bæði eitt svona fjastýran. En þá fatt ég myndavélinn tekur hann ekki. Nei. Svo keypti ég það því eins og Axel er með. Já. En laptopinn tekur hana illa. Já. Þá þarf magnara. Það er nefnilega með laptopið, það takk ekki, sko. Þú ert alltaf að vandraða með. En þú ert á batteri allavega. Já, það er, sko, það eru bara, laptopin hefur ekki það afl í. En ef þú ert með desktop-tölvu og hljóðkort í henni, þá ertu... Já, það var alveg mjög safe, sko. Þannig að það er svolítið að hátur líka með öflur í vír, sko. En þetta kostaði sikkort settið, sikkort $50. Já, ok. Það var bara $100 bæði. Myndu nú bara á þegar þú færð. En ok, þá bara byrjum við. Við erum hérna í Stúdíó Hreinberg. Já, Stúdíó Hreinberg, já. Að tala um að Ragnar Sigurðsson Proppé, lögsögumaður þjóðveldis og lögsögumanna talið til frá upphafi. Já. Ég var að góða þann daginn. Hérna á Wikipedia. Gefur manni svolítið perspektíf. Já. Ég var að ná í svona, hérna,
gamla reglur eða þú veist yfir lögsögumanninn og þar á meðal það stóð eitt að hann yrði að til að lögin týndust ekki eða gleymdust að þá var lögsögumaður að fara með mér minnir að það hafi verið 2/3 laga. Þriðjungur á ári. Þriðjungur á ári, já. Sem hann varð að fara með lögin, þannig að þau fjall ekki í gleymsku eða ruglu. Þetta er mjög sniðugt, hefur verið mjög sniðugt sístem til að halda þessu við, sko. Ekki nóg með það, hann gerði þetta í áhyggt goðana. Já. Og goðarnir höfðu allir goðar, þegar mest var 39 goðar. Já. Goðarnir höfðu tvenna aðstofn. Ok. Ég man ekki hvort það var Jón Aðils sem talaði um það, eða Lúðvík Ingvarsson sem talaði um það, annarkor þeirra, að þessir aðstofamenn voru eins konar lögsögumenn. Þeir áttu munið. Já, ok. Já. Þeir áttu að passa ef hann ræki vörðirnar. Já. Sniðugt sístem. Já, mér finnst það. Og því meira sem að lesa þetta, þá hefur þetta verið mjög gott fyrirkomulag á svo mörgum hlutum. Og þetta líka eins og með, þú veist, eins og með héraðsþingin og þú veist, eins og við erum að tala um í dag, þetta með beint lýðræði og allt þetta. Þetta er bara della, miðað við það sem þetta var. Þú hefur ekkert að segja það, sko. Svo er þetta náttúrulega búið að líka náttúrulega getur fólk sjálfur sem ég kenn. Það tekur ekki það átt. Ein ábending að vera heldur áfram? Passa að hækka þér róminn kannski. Já. Ég veit ekki hvað hún er næður. Nei, ég á til líkur Þú heyrið á mér að ég er í vissum gír. Já. Það var eins og ég fór á ræðunámskeið einu sinni, þá sagði hann, það tala svona eins og finnist þú vera að hæpa. Það var mjög skemmtilegur náðungi. Það er ákveðin tækni við þetta sem kemur í söng. Þú teygir af þessu hálsinum, þannig að það opnast meira fyrir alpendur. Ég er aftur, sérstaklega núna undanfarið búinn að vera að kvefa og bara fyrir röddin alveg niður, sko. Títriolja. Já. Það er eins og sniffari, títriolju. Þannig að... En þú varst að tala um lögsögumennina og beinalýðræðið. Já, þetta er náttúrulega, sko, eins og viðtalið hérna niður út aftur sögu, sko, þegar við verið þegar vorum að tala um að breyta. Okkur ekki bara breyta kerfinu eins og það er í dag. Það er ekki þetta að breyta því. Það verður alltaf eins. Það þarf að stokka upp alveg frá grunni. Og ég var nú, rétt áður en kom Suðurlandi, þá blandaði ég mér aðeins í umræðu með Landspítalann. Þar var verið að tala um, sko, að starfsfólk spítalans er að tala um niðurskurð. En það kemur hvergi fram í umræðunni. Hvað kostar orðið reksturinn á spítalanum í bjúrókratinu? Nú þú talaði um skjalaábyrgð. Ég hef bent á einhverju grein sem ég skrifaði að þessi millideilda sala, ef þú ert á lyflækningu og þarft að fara í röntgen, þá þurfa lyflækningarnar að borga röntgenið og svona, þetta kostar hellings utanumhald. Sem sagt, ef þú ert hjá segjum þú ert hjá röntgeninu, ég er hjá lyflækningum og ég er að senda sjúklingi yfir til þín, þá þú bara að gera eitthvað. Það kostar eitthvað. Það kostar. Svo þarf ég kannski að fá, þú ert að taka myndir. Ég þarf að fá myndirnar yfir. Og þú þarft að borga fyrir það. Þannig að reikningurinn kemur yfir til mín. Þín deild þarf að borga það. Já. Og ég líkti þessu við í greinina á sínum tíma, þetta er, sko, þetta er fullt herbyggi á skrifborðinu og fólk er þar bara lyflækningadeildin hér, röntgen hérna, geðsviðið þarna, skurðlækninga þarna og svo er þetta bara rétt að pappi sín á milli. En kemur þetta okkur við? Okkur almenningi? Já, kemur þetta stóran hluta við vegna þess að þetta kostar. Hvað er þetta kosti í rekstri spítalann? Allt þetta starfsmann. 80 milljarða á ári. Já, bara þetta bjúrókrat, sko. Þessi skjalavinnsla. Ef við getum sparað okkur hana eins og þetta var áður fyrir á Landspítalanum þegar prófessorarnir. Þeir voru bara með fjárlög fyrir sína deild. En nú manstu þegar hann Gennakári var að gefa þarna einhvern skanna í hitti þeirra? Já. 800 milljónir. 800 milljónir, já. Næstuði milljarður. Já. Bara eitthvað tæki. Þú veist, 80 milljarðar í rekstrarkostnað eins spítalakerfis. Hversu stórt hlutfall af því er laun, hversu stórt hlutfall af því eru lyf, hversu stórt tæki. Er bjúrókratið það stórt?
Ég veit það ekki, ég hef aldrei séð upplýsingar þetta. Ég fór að reyna að kynna mér þetta á sínu tíma með því að kafa inn í ársreikninga á annan. En þú sér þetta ekkert, þetta sést ekkert. Og þetta kemur hvergi fram, ég finnst þess að tölur þurfi að vera að koma fram. En ok, sem að komið fram. Nú förum við hérna bara niður í bæ og við förum að tala við fólk á bensinstöðinni. Og við segjum hérna, skiptir máli hérna rekstrakostnaður í yfirbyggingunni á spítalanum. Þú veist, andlitin verða bara blöð. Já. Hvað er þetta að tala um? Já, þetta er læknis eða við flensu. Já, þetta er náttúrulega það sem fólk sér ekki og áttar sig ekki á. Það hugsar þetta ekki. Þú veist, þetta er eins og með svo margt í skjalanum. Sjáðu eins og með tökur lyfjastofnun. Það eru 80 manns að vinna hjá lyfjastofnun. Þetta kostar okkur fullt af peningum. Og þeir bönnuðu salvíu. Já. Frétti í vikunni. Já, þeir eru búin að lögleiða sem sagt gera súrefni að hérna, þú veist, það er, ef þú ætlar að gera eitthvað með súrefni, þá þarfst að sækja til lyfjastofnun. Ég vissi að það var eitthvað sem hefði máttið í punktum með það. Þetta er hlutur sem þú hefur talað um. Já, og ég meina, sko, ég á sínu tíma þá, hvað, 4 ár síðan, sennilega, 3 eða 4 ár síðan, þá vildi ég koma hérna súrefni á svona svipað eins og asfælt. Og Já, geta fengið súrefnisbúst. Já, ég vildi selja þetta bara í flugstöðum. Og það var ástæða fyrir ég fór inn í þetta, ég fór að kynna mér í sambandi við það sem kallaði flugdólgur. Flugdólgur og vesen í flugi, þeir sem eru með vesen í flugi, að þetta er oft bara súrefnisleysi. Þetta er súrefniskort. Sem kemur meðal annars út af stuttum andardrætti út af duldum kvíða. Já, og líka það að það er ekkert, sko, til dæmis á langflugi, að þá er súrefni haldið í lágmarki, í flugvélum. Með vilja? Hvað? Með vilja? Já. Það var ekkert ég held ég gerir það ekki það. Það var hérna áður fyrir fluginu, þá var það á löngu flugum. Það var talað um það að skrúa þess niður í súrefninu og sopnaði bara liðið. Já. Þú veist, það er náttúrulega, sko, svo fóru þeir að spara, flytja meira farþega. Og það er á kostnað þess að þeir hafi ekki eins mikið súrefni í vélni. Það eru ekki. Það eru náttúrulega unnið, sko, þú getur unnið svo lítið súrefni þannig hálfáttónan. Þannig að þeir þurfa að skerpa á því. Bara misjafnlega mikið hvað þarf að skerpa á því. Og það er eins með fólk að það er misjafnlega næmt fyrir þessu. Þú veist, ef það er einhver flugfara, það er rétt orðið bara súrefnisilki. Bíddu nú við. Þetta er alveg frábært dæmi þetta svokallaða mindspot sem ég er svo hrifinn af. Hversu oft hefur maður farið upp í flugvél og þú ferð inn í hylki og kemur út úr hylkinu á öðrum stað. Já. Þú veist ekkert hvort þú fórst í tímaferð eða þú ert bara inn í hylkinu, sko. Já. Þú ekki hugmyndur. En svo leið þú segir þetta, leið þú ferð upp að labba upp á fjall, þá færstu súrefni með þér. Akkúrat. En ekki í flugvél, svo það eru súrefniskútar í flugvélinu. En hvað er flugdólgur? Það er þeir sem að hafa, þú veist, eiginlega styrlast í flugi, þú veist, sem hafa verið svo handteknir. Sem koma svo í fréttum á MBL-um fyrir þetta sé vont fólk. Já, þetta sé vont fólk, og það er alltaf fyrsta sem ég gert, þú veist, það er að kenna fólkinu það var að drekka. Já. En það er tvennt sem kemur til, og þetta er það sem er sjaldnast gert, hlutirnir eru aldrei skoðaðir í kjölinn. Akkur er þetta fólk að fá sér að drekka? Hvað er þetta með það? Þetta má ekki. Nei, þetta má ekki. Af því það er stressað, það er taugaveikla og þetta er catch-22. Sendi hún eða hvað það er, en það býtur í skottið á sjálfum sér. Það fær sér vín til þess að slaka sér niður. Já. En það þarf meira súrefni. Og hvað er betra heldur en að hafa svona system? Bara rétt að fólkinu gera svo að fá það búst? Nei, þá þarf þetta að fara með þetta alfarið í gegnum lífstofna. Býtu, hvað ert að vinna með? Það sem er hérna úti, súrefnið í kringum okkur, það sem við lifum á. Þú veist, hvaða vitir í þessu? Ertu að segja mér að einhver hafi einkarétt á súrefnis fjöldunni? Ég ætla ekki alveg að segja það, en ég ætla að fara að ná þetta. Ég vann einu sinni í Aga, í Saga, eitt sumar þegar ég var 18 ára. Já. Þá voru þeir einmitt að reisa súrefnisverksmiðjuna þar. Já. Hvað varstu nú að finna?
hún tók upp á því vetur, 12 ára tíkin, að finna steinvörur á þessari stærð. Þetta er vikur, Já. svartur vikur. Já. Og ég vil ekki að hún fara að skemma á sér tennur. Þetta er alveg nýtt hjá henni. Já, ok. Þetta er nú mjög vitur, gömul tík. En það er ekki inn. Nei, það er ekki itagrjót. Það fara að reyna að brjóta tennurnar á sig á. Hún er með allar heilar, sko. En hún er servitur. Og þetta er, sko, eins og með þetta, eins og með þetta tiltekna fyrirtæki Ísaga, eða Aga. Þeir hafa ákveðin einkaleyfi. Þeir eru konni með í gegnum Lyfjastofnun. Og allt sem tengir súrefni hjá þeim, það er orðið sér. Já, þeir reistu þessar stóru súrefnisverksmiðjur. Já, og öll, Fyrir rúmum 30 árum. Já, og þetta er allt orðið í hvítu í dag. Allt lyfjasúrefni eða sérst það sem fyrir á spítalana og allt saman. Og það fór allt í gegnum Lyfjastofnun. Ég man eftir því þegar ég var að læra í Smiðbyrgi. Það var kallmjóður, eldri maður. Hann gerir þá hverjum einasta morgni. Þá labbaði hann að næstu kasthækjum, skrúaði frá súrefninu og fékk sér búst. Þetta bara betur en kaffibóli. Gerði þetta okkur einasta morgni þegar maður mætti vín. Þessu myndi ég eftir þegar ég fór að stúdera þetta. Já, það væri kannski þarna. Nú er súrefni eldfengt. Já, það getur verið aukið, sem sagt, aukið eldin. Þú þarf náttúrulega eldin, það kveiknar ekki í því sjálfur sér, en það er náttúrulega magnar upp eldin, getur við sagt. Já. Það er alveg eins og með það sem er til dæmis í tankasmiðin að dæla ekki súrefni, hreinu súrefni, það dælist ekki út í döngunum með það sest í fötin hjá mann og svo kviknar í. Það er þannig sem það virkar. En þú veist, eins og þetta í fluginu fá sér eitt búst og þú hressist allir við. Ég vil gá hvort það. Gáta mín, hvað er þetta að böggast? Þannig hún er yfirleitt ekki að böggast í manni, sko. Það sé að fólk í eiginkohandinni. Hún er nefnilega að fóna sér 12 ára. Já. Þá voru hún ennþá leikinn. Já. Svo hvernig hún kippist nefn á því gamla stótt. En ég held hún sé að byrja athygli út af þér. Já, það getur verið, já. Svo við leyfum henni bara að mynda henni í lagi. Það heyrðist bara aðeins í kápu. Já, það er alltaf því. Það er bara heimilislega. Já, ég verð þá bara með annar leikfang ef ég verð með fleiri viðtöl í framtíðinni. Já. Þetta er svona. En ok, sko, Ísaga reisir þessu súrefnisverksmiðju, þannig að það verið 32 árum. Og þetta var svolítið gaman að fylgjast með þessu. Já. Og það var svolítið gaman að sjá svona tækin sem þjappa súrefninu. Já. Þau verða alveg hrímuð utan. Já. En ástæðan fyrir því að Ísaga fór út í að framleiða súrefni sjálft var það að áður tóku þeir súrefni frá áburðarverksmiðjunni, hreinsuðu. Og þegar að áburðarverksmiðjan hættir að framleiða kjarnafn, þá fengu þeir ekki nóg af súrefni. Þá urðu þeir að fara út í að búa til eða streysa sína verksmiðju. Ég mani þetta bara leið og segir þetta. Já. Einmitt á þessu tíma voru þeir ennþá að sækja súrefniskúta til áburðarverksmiðju. Já, en svo er þetta orðið þannig í dag, sko. Þetta var náttúrulega iðnaðar súrefni, en það sem fór á spítalana var hreinsað. Já. Þeir gátu ekki tekið það beint. En svo er þetta orðið þannig í dag að allt sem að tilheyrir, sem sagt sjúklingum eða spítulum, það er málað hvítt og fer undir. Og kúta til manni. Já. Og það fer undir Lyfjastofnun. Þar þurftu þeir að sækja og fara í gegnum eins og þú værir með að fá lyfjaleyfi eða sem skrá lyf. Það er ekki alveg eins strangt. Ég talaði við mann hjá Lyfjastofnun út af þessu. Það er ekki alveg eins strangt. Er það ekki þá bara meira upp á öryggisvottun? Öryggisvottun? Bara þú veist að þetta sé rétt hreinsað og þetta sé, þú veist, gert eftir skúlstarreglum eða... Nei, ég tók því ekki þannig. Okay. Það er ekki hvers sem getur þá farið. Af því hérna er ég að setja mig í sko stól Jóa sem við hittum á bensinstöðinni, sko. Já. Hvað myndi hann segja? Byrju, já, það þarf einhver að hafa eftirlit með þessu. Það þarf að vera einhverjar reglugerðir þetta. Það þarf að vera eitthvað, ekki get ég bara farið að framleiða súrefni hérna með þjörpu á bílnum mínum, sko.
Nei, þú náttúrulega þarft að leggja alltaf fram ákveðin að það eins og Ísrael gerði á sínum tíma. Þeir náttúrulega lögðu fram ákveðið vottur það að súrefni stæðist ákveðna gröf. Það var enginn að vasast í með puttan í því þá. Og ég ekkert, þú verður alltaf ef þú ætlar að fara inn í lyfjageirann eða inn í að selja sjúkrahúsum súrefni, segjum það. Þá verður þú náttúrulega að vera með það alltaf ákveðið hreins. Ef þú þarft ekki að hafa allt þetta, það kostar ekki þess mála að fara í gegnum lyfjastofur. Því, við erum óbeitt ennþá að tala bjókrasíð, Já, við erum að því. Og ég vil meina það að þessi lög sem fara þarna yfir súrefnið, þau eru ekki alls sem sýnist. Það hluti af því það að beisla súrefnið, eða það komist ekkert hvers sem í. Það komið mælir á súrefni. En það ekki líka bara með eins og með allar vörur? Ég var alltaf bara áðan að ranta ennst vídeo menn ég beið eftir þér. Menn ég beið eftir þér? Já. Og var ég að leika með þess með, manstu við vorum að tala industrial complex daginn. Já. Ég átti alltaf eftir að reyna að setja í vídeo þessa hugleiðingu að þessi stálbrúsi afleiðing af hönnun fyrir herinn. Já. Þetta hérna tæki líka. Öll tæki sem í kringum okkur eru meira eða minna framleitt fyrir herinn og hefur verið í 2, 3, 4, 5 ári. Og það sem ég áttaði mig á, og ég setti með dokumentað í vídeóinu mitt, söguna af því þegar ég var með tölvutímaritið. Já. Tölvutímaritið, þegar ég byrjaði með það, allir fagaðilar í bransanum sögðu, við auglýsum hjá þér eftir 2 tíma, 2 tölvur. Já. Vegna þess að það hefur aldrei neitt getað gert þetta er ekki hægt. Þetta er svona íslenski kotbóndinn, Já. Og það þýðir ekkert að búa til frystivélar, við bara söltum helvitis fiskinn. Já. Það hefur alltaf verið gert þannig, það þýðir ekkert að fara að gera frystivélar. Nei, það þýðir ekkert að gera frystivélar. Býttu, tókst þér að gera frystivél? Já. Heyrðu mig, frændi, nú ætlar þú að tala við mágðinn sem ekki sýslumaður eins og þú, heldur bara svona entreprenör og á pening, og við setjum hérna Jóa með frystivélina á hausinn. Og síðan búum við til reglugerð í gegnum pólitíkina að það eru bara viðurkenndir vottaðir klíkumeðlimir sem setja upp frystihús út allt land. Og Jói, hann getur bara flutt til Kanada. Það til margar svona sögur. Já, þú sér það. Og tímaritið mitt var svona. Það var farið með það svona. Þetta ekkert eins dæmi vegna þess að þú sér það eins og bara í sambandi við afi eins kunningja míns. Hann var komin með vakuumtankur fyrir 20 ára síðan og hann var komin með sláturhús, þess að það getur verið sláturhús nánast í hverri sveit. En hvað gerðist? Svona lítil svona unit? Já. Snillingur? Já, hann var alveg rosalega... Þetta gengur ekki. Svona má ekki gera. Kom ekki bjúrókrati og eðilega þetta? Ég þekki ekki þessu sögu. Þá kemur þetta. Þú þurftir að fara í votta sláturhús og það þurfti að stimpla kjöti og allt það. Stimpill? Já, stimpill, akkurat. Stimpill og skjal. En hvernig var þessi saga? Með hann? Já. Hann fékk yfir sig allt bjúrókratið og þetta mátti ekki. En hver var þetta? Hvað er? Ég man þetta ekki áralega síðan, við erum oft búin að ræða þetta félagarnir. En hann reist í súrheissturla og hann var mjög framalega í þessu öllu saman, Ég bara man ekki sögun alveg nógu vel til að fara með hana, nákvæmlega. En hann einn af þeim sem lendir í stimpilflagum. Svo hann býr til svona pínlítir krútlegt sláturhús. Já. Sem að hafa bara liggur við í hverri heimasveit, hverri hreppi. Já. Þú bara ferð með rollurna einar, bara nokkur bíli með hvert sláturhús, skilurðu? Og út úr þessu kemur bara vakjumpakkaðar neytendavörur. Beint á marka, beint frá bónda, beint frá bíli. Beint frá bíli. Hvernig er þetta í dag? Þetta er ekki beint frá bíli. Það vantar stimpil á þetta. Já, líka það að þú ert búin að transporta skepnunni heila landsfjórðung. Já. Til þess að hún fari í sláturhús og þetta er svakalegt ofbeldi. Já. Og ég meina að markaðurinn á bara að geta séð á sig sjálf. En þetta er einmitt gott dæmi, einmitt að því við erum að horfa þarna á, það kemur yfirbygging. Ok, við byrjum að tala um spítalana. Já. Ég veit alveg þegar ég spurði á hann, hvað kemur þetta okkur við? Auðvitað kemur þetta okkur við, ég veit það. Já.
vegna þess að þetta er almenningsfyrirtæki. Já, þetta er almenningsfyrirtæki. Ef þetta er einkafyrirtæki, þá kemur þetta mér ekkert við. Nei. Þú veist, þá er þetta bara einkafyrirtæki sem að vera fram, þú veist, eins og hvernig Ísaga rekur Súrnesverksmiðjuna kemur mér ekkert við. Nei. Meðan þeir fara eftir stöðlum og öryggi og... En sko, ég man þegar ég var að vinna þarna eitt sumar, ég var þarna bara sem liðléttingur sko, 18 ára kvöldi í sumarinu. Þá var oft talað sko meðal starfsmanni, þeir eru svo ríkir kallanir. Og það var allt frímúrarar. Já. Það var talað, og ég spyrir, af hverju eru þeir svona ríkir? Af því þeir hafa enga leið á þessu. Ha? Vegna þess að þeir eru útibú frá AGA í Danmörku. Já. Þeir hafa enga leyfi á að selja sko, þessi acetylíngas og eitthvað fleira, propangas og eitthvað meira. Já. Með einhverjum tækjum og vottunum og aðferðum frá AGA í Danmörku. Og það er engin, sko, þeir hafa enga leyfi á þessu. Ég sem átjánur hugsaði bara já, flott. Það er næs að vera með sko einkasöluleyfi konungsins. Já, einkasöluna. En það sem maður hugsaði ekki var, hefur einhver annar reynt að fara út í samkeppni við þá? Já, menn reynt. Og hvað stoppar? Hvað hefur, já. Það var reynt. Það er reyndar annað fyrirtæki í dag sem er að skaffa bæði súrefni og gas. Það komst aðeins áfram. Ég veit ekki nákvæmlega hver staðan hjá þeim. Ég held að þeir séu nú ennþá. En þetta var svo mikið skrifræði fyrir það að komast á stað. Alls konar vottanir og allt saman. Að það þýddi ekkert fyrir venjulega borgara að reyna það. Þeir voru bara komnir inn á markaði og þeir bara dómurinn yfir honum. Það var ekkert hægt að komast þar inn, sko. Ok, já. Það var bara í skjóli, þegar í raun og veru var það í skjóli ákveðið skrifræðis, eða sem sagt bjúrókrats, sem að þeir sem sagt gátu haldið, eða héldu bara áfram, héldu sínu strik. Já, það getur verið alveg, þú veist, ég vil að þú ætla að opna veitingahús, það bara getur verið pakki, sko, að fara í gegnum skrifræðið. Já, sjáðu eins og með alla þessa vaska sem þú þarft. Ég man eftir bara einu litlu dæmi, þetta er svona, að því ég reyki náttúrulega af trúalegum ástæðum. Já. Var það komið fram? Já, við reykjum báðir. Já, það er bara því þú ert háður nikotíni. Ég er bara fíkil. Þú ert bara normal. Ég er lík. Létt spurt. Já. En ég var einhvern tímann með þá, ég var búinn að fatta sko ef þú átt kennitölu. Já. Og ég hafði aðgang að ónótaðri kennitölu þá. Og ég hafði samband við ÁTVR og ætlaði bara að kaupa sígarettur mér í heilsu. Já. Ég bara reyki mína 30 pakka á mánuði og ég ætlaði bara að kaupa þá þessi 3 kartón bara í heilsu. Já. Já, þú mátt það alveg. Já, þetta er með virðisaukaskattsnúmer, já. Með kennitölu, já. Þú ert ekki einstaklingur. Já. En þú þarft að fá leyfi hjá heilbrigðiseftirlitinu. Já, Og það færðu, sko, þú kemur ekki til þessi fyrirtæki að kaupa sígarettur, þú verður að vera með kaffistofu sem selur sígarettur, sem fær sjoppuleyfi. Þú ert sjoppuleyfi fyrir fyrirtækið. Já. Ok, ég sagði bara, ok, ég er hérna með kennitölu sem við þurfum sjoppuleyfi handa starfsmönnum. Já. Já, allt í lagi. En þú þarft að tala við heilbrigðiseftirlitið til að fá sjoppuleyfi. Svo ég talaði við heilbrigðiseftirlitið og það tók klukkutíma. Og listinn af öllum hlutunum sem þurfti að vera í lagi samkvæmt reglugerð og reglugerð til þess að geta fengið sjoppuleyfi fyrir kaffistofu fyrir stúdíó Hreindberg til að vera með, eins og Hampiðan hafi verið með, ég hafði einu sinni unnið eitt sumar þar. Það keyptur bara sígaretturnar á kostnaðarverði upp á kaffistofu. Já, ok. Mörg skólafélög hafa gert þetta í gegnum tíðina. Já. En þú þarf náttúrulega kemur inn í þetta skrifræðis, kerfi allt saman. Hún var bara að stoppa hjá heilbrigðiseftirlitinu. Já. Sko, þetta er nefnilega málið að þú lendir, eða fólk lendir alltaf á vegg. Ég skoðaði þarna á sínu tíma, við vorum að tala um súrefni, þá skoðaði ég með köfnunarefni líka. Og að vera með það í einhverjum svipuðum nema aðeins stærri einingum. En fyrir hvað? Þegar að ég ætlaði upp á geymslu á matvæli. Ok. Þegar að segjum sem svo, þú ert búinn að elda kvöldmatinn, eða sért búinn að borða á allt svo, það er afgangur, þú setur það í skál. Þá tekurðu köfnunarefnisbrúsann
og spreyjar eitt sprey yfir, þá ertu búin að taka allt súrefni frá matvælanum og þú getur geymt það margfalt lengur. Þetta hefur sagt mér áður. Já. Ég vissi að það var eitthvað annað sem hefði mátt verið í punktunum. Þarna er ég að rekast á sömu dyr, að ég þarf alveg þvílík bjórókrati í kringum þetta, eða þess að sækja Ég sagði bara, nei, ég nenni þessu ekki. Af því þú ert þarna bara frá hugmynd, þú ert ekki að fara að framleiða 1.000.000 brúsa á ári handa öllum kínverjum sem eru að fara að geyma mat í Shanghai. Nei, og ég horfði á þetta þannig. Ok, þetta ég er alltaf mörgur lítið svona hugmynda. Þessi hugmynd er brilljant. Já. Ég hugsaði sem svo, þetta er fínt bílskúrsfyrirtæki. Fyrir bara, segjum sem hjón, vera með eina litla maskínu sem fyllir á svona hylki. Bara kaupir fólk hylki. Þarftu ekkert flókinn búnaði. Hefur ekki séð tilraungerð á þessu? Nei. Upp á, til dæmis bara þú ert með grænmeti hérna, við vorum bara á hádegismatinn í grænmetiskál, úða hérna köfnurnar hérna yfir og inn í ískap. Er þetta ferskt enn frá morgun? Sko, það sem ég þekki til að þessu, þetta er notað í matvæla iðnaði. Aha. Já. Og til dæmis í sambandi við Safa, ég vann fyrir fyrirtæki sem var með Safa-framleiðslu. Og það var bara standby slanga yfir brúsana sem var koma úr áfyllingu. Eitt strik eftir á batterinu, getur þetta skipt batteri? Þar fór alltaf köfnunarefni yfir. Og köfnunarefni náttúrulega sko, það er bara til að vernda vöruna. Þetta er alveg hættulegust. Já, það er alveg hættulegust. Bara eins og þau eru andaraði í blöðru. Já, ég meina það er ekkert að þessu þannig og svo þú veist, þú getur notað þetta svo rosalega víða. Bara í geymslu á matvælum og heima til dæmis í eldhúsinu. Ef þú ert með þetta þá er ef þú tekur skinkubríf upp til dæmis, setur það í dós, setur köfnunarefni og ofan. Þú geymir hana lengur. Af því náttúrulega skemmdir eru út af oxideringu. Já, það er út af súrefni. En hvað sér, matvælafyrirtæki er með skúmislöngur? Já, mörg þeirra eru komin með sko almennileg átöppunar, sprautu-unit og það. En matvælafyrirtæki nota þetta. Og köfnunarefnið er til í misjöfnum 3 gerðum, miðað við hvaða matvæli þú ætlar. Ísrael má eiga það, þeir eru búin að þróa það miðað við hvaða matvæli þú ætlar að nota. Eða í hvaða matvæli þú vilt nota. Ég sá nú bara fyrir mér eina ríkisköfnunarefnisgerð til þess að forða þess að því við erum ekkert að tala marga daga. En þú ert, sko, þannig náttúrulega, við erum ekkert að sko, dímonisera Ísrael, sko, þeir eru bara í sínu business. Já, þeir eru bara í sínu business og það er bara í besta mál. En svo kemur, þetta er svo stórt mengi. Svo kemur að því, sjáðu umræðinu í dag, með matasóun. Það er allir að tala um matasóun. Það er svona svo mikið matasóun. Er ekki eitthvað fyrsta skrefið til þess að nýta mati betur? Er þetta ekki fínt inn í þá umræðu? Mjög. Og svo er annað í því líka að sjáðu eins og með grónuna. Þeir lendi í stríði við heilbrigðisfulltrúann í Hafnarfirði og Kópavogi út á opnum brauðbörum. Það má ekki, þetta á alltaf að fara í plast. En á hinn vænginn, það er talað um matasóun, hinn vænginn er talað um plast. Við séum að drekka út í plasti. Og svo kemur agenda að hætta með plastpoka og taka bréfpoka? Já. Okay. En þar aftur á móti. Þetta er sturglun. Já, og svo er hinn skrifstofan þarna, hinn veginn, þið verðið að setja allt í plast. Þið verðið að plastpakka öll. Á móti því að umhverfisstofnunin segir, við höfum hægt með plast. Og þá segir heilbrigðisfulltrúinn, þið verðið að setja allt í plast. Veitu hvað veitir þessu? Þetta er bara, þú veist, þetta er svo innbylst að það bara næri ekki nokkur átt. Maður verður stundum orðlaus sem horfður á svona hluti. Já. Og þess vegna myndist ég á þetta með, þú veist, að þessi umræða var svolítið fyrir 2-3 árum að fara að taka út plastpoka og setja inn bréfpoka. Já. Og sum fyrirtæki svo IKEA eru bara að liggja við eingöngu og bjóða upp á bréfpoka. Og við erum svo umhverfisvæn. Það er enginn að rannsaka til dæmis við framleiðslu á bréfpokum.
það nú svolítið mikil efnavinnsla. Það rosalega efnavinnsla og það hefur ekki komið fram, mér finnst það vant að ég nefndi ekki að sökka mér í það að fara inn í að skoða efnisvinnsluna á móti í bréfbókum. Hvað ert í raun og veru að taka af til bréf og skó eða hverju sem sem þú þarft að nota í bréfbókum? Og ég segi það sama, ég bara með í huganum einhver dokumentaris sem ég sá kannski fyrir 20 árum heilu árnar sem voru bara árnar eyðilaðar af einhverju kemískum efnum og svona dóti, en maður hefur ekki rannsakað þetta. Nei, þetta sko... En ég var að gagnrýna það er engin umræða það meðal Jóa á kaffistofunni og það aldrei tekin umræða, allan leið. Það tekin partur úr henni, eins og með matasóuna. Það fullt af fólki tala bara matasóun, ekkert meira. Já, einmitt. Það sér bara í rörsýninni. Já. Finnst manni. Og það horfir á bónus hendir einhverjum eða verslanir hendir einhverjum matvælum. Þeir eru bara að gefa það eða selja það ódýrt eða eitthvað. Allt í lagi. Ég ekkert á móti því að þeir selja það ódýrt. En sérðu marga Íslendinga kaupa það? Nei, ég veit það ekki. Það alltaf þessi bara aftur á bréfbókunum. Ég stundum minnst á það í röndunum mínum. Ég heldur kannski meira á ensku. Ég allavega að gerði einhvern tímann í sút og sé allavega í einhver staðar að hér plast. Já. Hér plast. Já. Hér plast. Já. Þú veist með plast nánast í... Þú veist, gúmmið ekki, þetta olíugúmmí, þetta ekki úr trjágúmmí. Ég elska gúmmískó, Það rafgeymir úr bílnum mínum. Það plast. Já. En gúmmískórinn á undan í... Hundabúrið, það plast. Þú veist, mælaborðið í bílnum þínu, plast. Maturinn sem þú kaupir, allt innbakkað í plast. Þetta gömul tölva, plast, myndavélin, plast. Og hvar byrja plastið? Í olíunni? Svo manni sagt, Svo manni sagt. Hvað þá betra heldur en að selja nóg af plasti? Þú selur meira olíu. Þetta er bara hringur. En þá nefnilega það sem að, þú veist, já, heyrðu, við ætlum að vera með minna af bréfpókum, plastpókum af því við erum svo umhverfisvæn út af plastinn. En byrju þetta ekki einu sinni 1% af öllu plastinu sem framleitt. Og eins þess að bendi á gúmmið. Þú veist, ég var eins og svo ánægður með gúmmí, Ég hafði séð dokumentar um gúmmískóana í Malasíu og Amazon. Þú veist, og sé söguna það þegar gúmmítrjánum fræðinum var stolið frá Amazon og plantað í Malasíu, á breska heimsveldinu. Að stela frá Portugal, Þú veist, sagan stóru borgina hana í Amazon, Manaus, sem var gúmmíhöfuðborg heimsins. Já, dekkin, þetta náttúrulegt. Nei, síðan í heimsstyrjöldinni hafa öll dekk verið framleidd úr olíu, Og þau endast betur heldur en rafgúmmí, sagt, Já. Þú veist, þannig að það sem ég að horfa á alveg eins og vorum að tala bjúrókratið með spítalana að hinn almenni maður, af því þú sagðir á hann með beintri lýðræði, hinn almenni maður hefur að þér virðist, og fullt af með virðingu fyrir öllum grúskurum, þá hefðist hinn almenni maður ekki hafa neina tilfinningu fyrir að líta út fyrir nálaröð sem hann horfir í gegnum heimina. Nei, það ekki svoleiðis. Þú veist, auðvitað kannski þægilegt fyrir, eins og ég hef oft þetta. Það mjög þægilegt fyrir fólk, þú veist, fara bara heim eftir vinnu, fara allir að borða eða horfa á fréttir, þetta er volið þægilegt líf. Og þá viltu ekkert vita eitthvað svona. En þú tilbúin að fara á mótmann og annars og vonskil. Jú, fínt, það inn núna að matasóun, það inn, ok, við skulum gera eitthvað í því. En það ekki hort á alla hluti. Já, það kannski verið að fá þeim til að horfa hérna á 1%. Já, þetta sama með plastið. Ok, ég hef oft velt í fyrir mér. Það enginn að horfa á með endurvinnsluna á plastinu. Hvernig fer hún fram? Já, það notað í ýmsa hluti. Til dæmis tekið plast og brætt upp aftur. Að þú getur ekki gert það nema 5 sinnum. Já, ég var að sýna þér á hérna hundabúr sem ég hálfnaður að laga. Já. Hundabúr sem brotnaði. Og ég var búinn að sjá á YouTube að þú getur soðið það saman. Svo ég hef búinn að sjóða það saman held í 4 sinnum.
og það brotnaði alltaf aftur. Já. Og þá til ég fattaði með fykti að ef ég tók sko að því átti breyningadall úr plasti sem hafði fyllt einu búri og að ég fór að bræða það hún í sárið. Já. Þannig að það sem ég allt í mig fattaði var helmingurinn af því sem ég bræddi saman gufaði upp. Og brennu til hliðan. Já. Þú veist að reykurinn frá þessu að það hafði alltaf þynnst í kring. Já, það gerir það. Þú þarft að hafa fyllingu í plassaðinni. Svo var ég að tala við strák sem ég þekki sem tekur að sér réttingar. Og hann tók að sér að riðbæta sílsana á bílnum mínum í þeirra. Já. Og bílnum síminn í láni. Já. Og ég var eitthvað að tala við hann og hann sagði, já þetta allt þekkt hjá okkur. Þegar við erum að laga stuðar á svona. Að þá þarftu plaststangir til að bræða með. Já. Og við erum með öflugri bolta en lóðboltana. Já. Það er annað hítastig, sko. Þú ert bara að fikta, sko. Já, þú þarft helst að vera með stillanlegan lóðbolta sem þú stillir hítastigið á. Ég veit ekkert um þessu. Sko, ég átti einu svona plassuðublásara og það var gert ráð fyrir þræði, sko. Þá var spísinn, hítaspísinn og hérna á bakvið var þráður og svo kom blaðka sem að ýtti niður í sárið. Þannig maður fræsti úr og svo söðustu í sárið en varst alltaf með þráð. Svipað eins og gamaldags málmsöða, þinn og lokksöða. Já, það er ekkert ósvipað system, sko. Og þetta var bara fyllingin, sko. En þetta, ég er búinn að læra rosalega mikið á þarna bara að laga hundabúrið og ég fann út að hvernig það verður ekki, þú veist, brotnað aftur en ég átti að klára viðgerðina. En ég er búinn að læra ógeðslega mikið á þessu, einmitt eins og með þetta element, að ef þú bræðir plast, þá gufar það líka upp. Þetta er algjört eitur að anda þess að sér. Já, það er ákveðin, getur myndast ákveðin blásýru þessu, blásýrugas. En aðtöðu þú þarft heilt herbyggi að plastið við það. Þannig ég get ekki sett minn versta óvinn inn í herbyggi og svoðið plast við gráðgarði. Það dugar ekki alveg til, það þarf veist eitthvað gríðalegt magnaði, sko. En þeir voru nú að benda á, ég las það ekki, ég heyrði af því, þeir voru að benda á að nota endurvinna plast í malbygg. Nú? Já, það var einhver, mér láðist að lesa það núna í vikunni, ég sá það alltaf að eiga það melkina, sko. Ég gaf mér strikið á batterinu. Ég held hún pípir á okkur, sko. En ég hef með annað batteri sem er full hlaðið. Þannig að það eru ótrúlega margir möguleikar í þessum efnum. En ok, það er nefnilega annað efni í þetta með plastpokana sem ég víst líka svolítið að því ég er ekki hérna til að horfa á sko hvort bjúrókratið á spítulunum sé óvaxið eða lyfjastofnun sé að hafa sér rangt. Heldur þetta element með borgarann, sko. Já. Er borgarinn sofandi á einhverju verði og á hann að vakna eða ekki? Þú veist, sko, það var einhvern veginn hitti fyrir það. Ég lappi inn í Krónuna. Já. Og akkurat þann mánuð voru plastpokar ókeypis. Ekki 20 krónur stykkið. Nei. Ef þú tókst maíspokana. Já. Og þar stóð við þessir brotna niður í náttúrunni á mánuði. Og ég tók eftir að helmingurinn af fólkinu sem var að labba í gegn tók plastpokana, ekki maíspokana. Nei. Síðan sá ég að þegar tilbúðina hætti að þá voru maíspokarnir og það er þannig í bónusallanum, allan þegar í bónusverslun sem ég fer oftast í, nei, einn í bónusverslun sem ég fer stundum í, þar er alltaf kassi með maíspokunum til hliðar. Fyrir þá sem vilja vera umhverfisvænir og hliðhollir Sameinuðu þjóðunum að þeir geta tekið maíspoka sem brotna niður í náttúrunni. Já. En þeir kosta 29 krónur og fólk er nú ekki að fara að eyða 9 krónum í einhver vitleysu. Vittu, hvað var að koma í ljós tagi? Ég man ekki hvernig það er. Maíspokarnir eru ekkert svo hollir. Þeir eru ekkert svo umhverfisvænir. Ég trúi þér. Já, ég man bara ekki hvernig þetta var. Ég hugsaði bara, ok, þetta var tilfinningin sem ég fekk. Ég hef aldrei tekið maíspoka. Nei, ok. Það hvarflar ekki að mér vegna þess að fyrsta skipti sem ég horfði á maíspoka komið hann, nei, þetta er eitthvað feik. Svo kom það í ljós og þeir eru ekkert alveg eins góðir eins og þeir eiga að vera, sko. Ég hef ekkert veit á því, ég hef aldrei pælt í því. Ég tók það í einhver skipti, en ég hætti að taka það því að mér finnst, sko, plastpokarnir betri sem ruslapokar. Já. Það var eina ástæða. Og ég veit nógu mikið svona áróður og annað svona hluti. Þú veist, ég er til næst ekki hliðhollur rafmagnsbílum, ég vil dísiljeppa. Já. Og ég er alveg sannfærður það að hann sé ekki mengunarvaldur alheimsins, sko.
ég held að það sé, þú veist, maður veit orðið nógu mikið til þess að sko helmingurinn af því sem að þú átt að trúa er lygi. Já. Það er bara náttúrulega mín heimsýn, sko. Og ég er kannski á röngum lyfjum með það, ég veit það. Sko, það er eitt sem ég langar að taka fram í sambandi við dísilinn, það er sótmyndunin. Ok. Við séum alltaf að sé þetta í vinnuvélageranum, sko. En þú verður að vera, það er, ef þú ætlar að ganga, sem er mjög gott að vera með dísilinn að því leyti, að þú verður að passa það að hann sé alltaf vel stiltur. Já. Til þess að vera ekki sótmyndun. Og við vitum þetta bara í... Hvað er að sótmyndunni? Brotnar hún ekki niður í náttúrunni og verður bara gras? Nei, hún er ekki alveg... Þetta er til dæmis viðbjóðslegt að fá þetta hendurna. Okay. Þegar við erum að vinna í sóti. Af hverju? Eitrun eða? Nei, þetta er bara svo, þú veist, efnin, þú þarf sterk efni til að vinna á þessu. Ok. Þú tekur ekki sápu og þrífur þetta af. Ok. Það segir mér það að þetta er eitthvað meira í þessu sem er ekki alveg svona... En ég meina, það er allt í lagi, skilur. Þetta er, ef þú passar þetta bara, þá ertu með umhverfisvænni bíl. Já, mér finnst þetta að vera, sko, þetta er góða punktur. Sko, við vitum að dísilvélin sem útblástursvél er umhverfisvænni en bensínvélin. Já. Það er engin vafi. Nei. Og það er alveg þrefaldur munur, fjórfaldur munur. Miðað við svona bara þumalputtareglur. Sko, það er talað að dísilvélin eyði sko alveg 50% af eldsneytinu. Já. En bensínvélin eyði sko einhverja 12–15% af því. Já, þeir eru alltaf góða upp í 25 sko, núna. Já, með bættri tækni. Já, það þykir gott sko. En það er betri nýtni, þetta er nýtni sem við talaðum sko, sem er betri í dísil sem er alveg rétt. Nú eru þeir að segja með miðborginnar að banna dísilbílana út af þessari... Út af lyktinni sko, sótinu. Já, og sótinu sko, sótmengun, það verður svarta. En ég hélt að það væri bara til þess að fullnaði einhverjum nöldursömmum kellingunni. Ég held að sé svolítið svoleiðis líka sko, þetta sé, þú veist, þetta fá þér eitthvað málefni, ok, hvað kemur svo? Og nota bene, sumar kellingar eru með tippi. Já, hvað kemur svo? Það verður sett skattur á þetta. Þetta er alltaf spurningin um mælið. Þessi conspiracy theory sem helst það er. Já, hún er rétt á sér, sko. Já, sjáðu bara hvernig þetta kemur alltaf, umræðan kemur upp. Eins og með plastið til þess. Það kemur upp ákveðin umræða, henni komið á stað. Og plastið sé umhverfisvænt og svoleiðis. Ok, þú þarft að borga fyrir það. Það kemur á endan. Þú veist, þetta er eins og með hlýnun jarðar og allt þetta. Já. Karbonskatt allir. Það komið mælir á þetta. Já. Þetta snýst yfirleitt það hvað er hægt að setja mælirinn. Já. Ég meina það er alveg sama hvað þú... En ég hef alltaf séð það sem side product, sko. En það er líka bara partur af minni samsærisöskun. Að þegar það kemur einhver og segir sjálf mjólkurfernan, þegar þeir hættu að segja mjólk er holl og fóru að segja mjólk er góð. Já. Þá koma þeir að segja að því makrobiotikfræðið og svona fræði sína fram á mjólk er slímmyndandi. Ok. Þú veist, þegar komið samsæriskenning, sko. Þá spyr ég, veitu, hvað er á baku þernina? Er það þessi kaffibrúsi, sko? Þú veist, það er bara ég, sko. Ég þarf að leita af hvort getur að því vorum að tala með þetta með nálarauga og það, sko. Þú veist, umræðan plastpokana, hvað var hún að beina sjónum mínum frá? Og það fyrsta sem ég fekk var þetta með plastið í öllu. Já, hún er náttúrulega að því, en það er rétt að það er verið að beina þeir bara inn á þessa braut með plastpoka. Þannig að þú horfir bara á þá. Já. Það er bara plastpokar sem eru mengandi. Já. En allt hitt plastið, það er aldrei talað það. Eða eins og með matarleifarnar, sko. Hvað er verið að fela fyrir mér í þeirri umræðu, sko? Ég var ekkert pælt í því, sko, en... Já, tekur það sem dæmi, það er náttúrulega kjörið, þú veist, ef þú ert söluaðili fyrir matvæli, segjum bara skinku, þá er það þér ekkert í hag að þú getur átt skinkuna viku lengur. Nei. Það er ekkert hagur fyrir því að minnka safnaði. Það er mikið nær að það skemmist hálft skinkubrifið eða þú takir matinn á hendur. Það þarf að kaupa meira. Þetta snýst svo mikið neysluna. Og neyslustýringuna að því leyti að þú kaupir meira. Já.
Svo veist, Þá erum við aftur komin að peningnum. Í hvað ertu að eyða peningum? sjáðu bara eitt, Já. sem að hneykslaði mig alveg svakalega. Þetta vindlabakki. Fyrir ári síðan, þá keypti maður helmingi stærri pakka. Og vindlarnir voru bara í pakkanum eins og sígarettur. Hvað er búið að gera í dag? Það er búið að fækka þeim niður í 5. Við hefum öllu í plast. Framleiðendur eru ekki að taka þátt í þessari umræðu með minkun á plasti. Ok, já. Þetta er það sem fólk pælir ekki. Plús það að þessi pakki hann fór úr 800 í 1400. Þetta er svo mikið svona. Og maður verður ónæmi fyrir því þegar það er svo mörg atriði að þú ætlar líka sko vera með, þú veist, eins og þetta, við vorum að tala um plasti áðan og þú varst að koma með eitt flöt á plastinu, ég var komin með eitt flöt á plastinu og svo eru kannski til fleiri fletir á plastinu. Jú, það eru margir fleiri fletir á þessu. Við sjáum ekki nema hluta af þessu. Við tökum til dæmis hampinn sem dæmi. Þú veist, það er margtalað um það að plast úr hampi sé mikið hollara, náttúruvænna, betri framleiðslu og svo framvegis. Þetta er bara hart annað. Það má bara ekki einu sinni ræða þetta. Nei, þú mátt ekki ræða þetta og þú, Ford, hann bjó til handbíl á sínu tíma, 1956 eða... Ég veit ekki hvernig það var. US Steel, þeir komu bara til hans. Þú býrði ekki til svona bíl. Þá ættum að selja það í stáli í aðra hluti í bílum. Þetta snýðist bara sölu. Og þú getur rétt ímyndaðir sko fyrir Ford sem var náttúrulega átti mjög stóra sneið af markaðnum. Já. Sko, við erum að tala þarna um stálframleiðanda sem er að selja stál í bíla. Já. Að þeim er drullu sama þau missi bara 20% af sínum viðskiptum. Bara til þess að vinir sem að eiga, sko við vitum að Rockefeller og hann Carnegie voru góðir vinir. Já. Þú veist. Þeir skiptu þarna á sínu tíma, þá skipta þeir á milli sín. Flutningsmarkaðinu við Bandaríkjunum, stálinu og olíuframleiðslu. Og það var eitt, ég man ekki nafnið á, en þeir ætla að skipta á milli sín, olíunni og stálinu. En þeir klikkuðu á flutningum. Þá var einn búinn að kaupa upp allt lestur. Já, ég man ekki nafnið á það. Nei. Já, það er eitthvað R eitthvað. Já. Eða F, ég bara gleyma Ég bara man það ekki. Já. Þeir eru að taka með. Já. Og þetta hann fer alltaf svona fram hjá manni sko, en sko, og það er líka annað í þessu, maður hefur séð svona kúrekamyndir og annað þar sem fátækir Kínverjar voru að leggja járnbrautirnar í Ameríku. Maður veit ekkert hversu mikið af svertingi með Indíánum voru nefndir í það líka. En þú veist, og þá kemur samsærisingurinn, okkur áttu bara að sjá Kínverja, skal menna það. En það er nú talað um, til dæmis ég sá nú nýlega í einhverju dokumentari að fyrstu kröfurnar um verkalýðsfélög og öryggi verkamanna hafi einmitt komið í lagningu járnbrautanna í Bandaríkjunum. Það byrjaði þar, já. Og þetta er ákveðin starfsemi þarna sko frá 1800 til 1900. Ef maður hugsar út til hans Afríku. Já. Þú veist, það er líka, á sama tíma var líka verið að leggja járnbrautir þar og í Kína og þá var náttúrulega frægt dæmi þegar síberíska járnbrautarlestin var lögð, sko. En það, þú veist, enn eitt dæmið, sko, ef ég ætla sem almennu borgari að vakna til meðvitundar um einhverjar flækjur, þú veist, hvar á ég að byrja, hvar á ég að enda og hvenær verð ég störtlaður? Passaðu þið á einu með glóðina? Það getur verið svolítið kvikk með... Já. Ekki eru við orðnir störtlaðir, þannig að... Hver segir það? Já. Allavega ekki við lífum staf. En mér finnst þetta alltaf með hampinn, það eru margir sem tala um þetta og ég var eitthvað að tékka á þessi fyrra eða hitti fyrra. Þá bara, þú veist, ég var bara eitthvað að spurjast fyrir mig kringum mig í fyrra held ég. Já. Með sko hvernig eru lögin og reglurnar hér. Því ég var að velta fyrir mig þessari hugmynd sko, ef að framleiðsla, þessi ræktun og hampi væri ekki lengur ólögleg. Því við vitum að marihuana er bara önnur tegund af hampi, þú reykir ekki hamp. Nei, þú reykir ekki hamp. Svo við vitum að þannig er aftur komin bjögun sko, sem hinn almenni maður sér ekki.
að ég fór að velta fyrir mér, þú veist, hvað með Ísland? Við erum hér, sko, fyrstu 100 metrarnir gras Já. og næstu 500 metrar upp bara sandur. Já. Þetta, mynda ég ætla að skipta batteri. Já, bara símið ykkur. Nú er þetta síminn þinn. Ég skipti á bara batteri. Að sko saman tíma, þá fór ég að hugsa, hvað við ræktum hamp alls staðar? Já. Vex hampur á hálendinu og einhver sagði mér það vex upp í 300 metra eða eitthvað. Og þá var ég að hugsa, sko, ég er ekkert að segja við eigum að rækta á hálendi því núna erum við að græða á ferðamönnunum og skoða sandinn. Já. Það er heilu kú. Já. En ég var bara að velta fyrir mér, sko, hvernig er að búa á okkar landi ef það er ræktað upp. Burtséð frá því að hvort við framleiðum olíu, repju eða hampi. Þú veist, hvað ef það er hægt að lifa bara góðu lífi upp á Sprengisandi, sko. Ísland náttúrulega mikið byggilega að þetta væri hægt og þú sér það bara hérna með það sem að var að benda á hérna í Hittifyrra. Ef að Esjan yrði ræktuð af trjám alveg upp, þá væri norðanátt engin í Reykjavík. Ég er ekki að kaupi það. Já. Þetta þekki ég úr skógræktinni. Búinn að benda á þetta, ég man ekki hver þetta er, en hann er búinn að vera að benda á þetta. Þetta er þekkt. Ég var að vinna á því ég var yfir Borgarfirðinum. Ég vann svo oft í skógræktinni sem unglingur. Og þar var oft talað ef þú reisir vegg og vindurinn kemur hérna, Já. þá fer hann upp. Já. Þú færð skjól, yngað eins og þetta marga metra frá Já. og þar kemur hvirfillinn inn. Já. En ef þú ert í svona hátt tré og yfir jafn breitt svæði, yfir svona ákveð breitt svæði, þá kemur vindurinn og hann bremsar. Já. Hann filtrar niður og þú færð gólu í gegn. Já. Og þú færð sko skjól, sko þrisvar lengra. Já. Af því að það fer ekki yfir. Nei, hann brotnar niður eða þú veist, verður bara góla, sko. Þú ert í skjóli mjög langt. En svo er annað í því líka. Ef þú klippir niður aðraðið, eins og fólk gerir oft í görðum að það klippir niður að ekki 2 metra, þá ert í djúpalskít. Þá færðu hérna. Þá bara kemur hvellur og þú getur staðið bara í háaða roki og það bara reynilega líður ekkert á bakvið. Nei, notum tækifæri og skiptum batteri. Já. Ég held að það væri full hlaðið þetta batteri, sko. Það er einhver stærri hérna takki og þá er nýju upptaka komin í gang. Nei, mér finnst þetta áhugavert með, má sjá. Jú, það segir rekord. Þetta er eins og við vorum að tala með almenna borgara, það er að skoða málin. Þetta er, þú veist, eins og ég gerði hérna fyrir 3 árum síðan. Þegar ég fór að skoða því fjárlögin, fór að bera þau saman aftur í tíma. Og þetta er hægt að gera á fjárlög.is, ekki? Jú. Og ég vildi nú gera þess meira, þetta er bara svo gríðarleg vinna. En ég var kominn með samanburðarfærslur í Excel, það var að reyna að koma mér til. Ég var kominn með 10.000 færslur. En ég gerði meira. Ég tók sko lista, eða sem sagt starfsmannalista hjá stofnunum, eða sem sagt keyrði þá inn líka. Þá komst ég að því að sumir starfsmenn eru að vinna hjá fleiri en einni stofnun. 2, 3, 4 stofnun. Þetta hefur verið hörku vinna. Já, þetta var rosalega vinna, alveg svakalega vinna. Ég er bara, þú veist, það var einhverju kastið þarna. En þetta er til dæmis, þú sér það, eins og með hérna þingmenn, tökum þá samtæmi. Hvað heldur þú að þeir hafi með það að skoða fjárlögin bókina þegar þeir eru að fara yfir þetta? Þetta er alveg gríðarlegt magnaður upplýsingur og þeir að vísu skipta þess aðeins á milli sín, þú skoðar þetta og hinn skoðar hinn. En þeir eru ekki með samanburðin aftur í tíman. Og hvað veistu þú? Þetta eru tölur á blaði. Svo eru verktakagreiðslur. Ég meina, taktu þegar hann hérna var samfylkingamaður innan Árni. Já, hérna. Sem var ráðherra, félagsmálaráðherra. Árni Matt. Nei, já. sem var svo formaður samfylkingar í tíma hérna sem safnaði skeggi til að safna atkvæðum. Árni Pál, já. Nei, þetta, veist ég ljótt að mér segja þetta kannski, en hann var alltaf svolítið svona alvarlegur á öllum svipum. Svo safnaði hann skeggja og var hann svona karlmannlegur og flottur sko. Og svo rugu upp vinsældina hans. Hann var alltaf bara að safna skeggja, þetta var ekkert samsæri sko. En hérna, hann sagði sko,
ljóta hluti á sínum tíma varðandi til dæmis fólk sem var atvinnulaust eða voru öryrkjar eða annað. Já. Og komið svona fullyrðingu, þeir sem ekki nenna að vinna ekki rétt á bótum, sko. Þú veist, þetta var svolítið ljótt á honum að segja þetta. Já. En á sama tíma og verið að koma á þessum Stasi-vinnuaðferðum hjá henni opinbera, það eru ótrúlega margar stofnanir í dag komið napp fyrir nafnlausar ábendingar, sem svona KGB-vinnuaðferð. Heyrðu, nú á að taka þig fyrir, ég má senda nafnlausa ábendingu. Ég get samt þóst að vera besti nágranni. Þú veist, þetta er ekki upplýst samfélag að mínum mati, sko. Nei. Og hið opinbera er að stuðla að þessu með þessum framkvæmdum. En á sama tíma voru fréttir þegar hann var á þeirra að þessi kall var búinn að fá marga tugi milljóna í gegnum lögfræðistörf sem ráðgjafi fyrir ráðuneyti sem verktaki. Og ég hugsaði, hvað eru margir svona til? Það er alveg hellingur. Og er það inn á þegar þú ferðið í fjárlögin, sko, þá sér þú, já, verktakagreiðslur. Nei, þú sér það ekki svoleiðis, en það er reyndar þetta, ég hef ekki farið inn í þetta nýja kerfi sem þeir voru að koma með, þess að þú átt að sjá allar greiðslur. Ég veit ekki einu sinni hvernig það á að virka, sko. Það á að vera einhver yfirlit yfir það sem að er verið að borga út. Þetta er bara sjónarspil fyrir mér. Vegna þess að hvorki ég niður þú, þó við séum svona manneskir mörguleiti, förum inn í þetta. Þetta er svo mikið gríðarlega vindur. Þetta er svo stór. Já. Og það er kannski einn og einn sem fer einhvers staðar á ákveðnu þætti inn, en það er ekki hægt að fara að skoða þetta alls. Nei. Ég er alveg viss að það eru til grúskarar sem gera það, sko. Já, þá myndi ég bara með þessu, þá myndi ég bara vilja hvetja þá til þess að fara inn í fjárlögin. Koma fjárlögunum 10 ár aftur í tíma. Já. Þetta er allt á bókhaldslyklum. Þetta er ekkert flókið. Ef að fólk 20 manns myndi skipta þessu á milli sín, færa þetta inn, þá sérðu upp á hár. Það er að breytast. Já. Nei, bara við þekkjum það bara sem bara miðaldra Íslendingar. Það er til alls konar grúskarar í samfélaginu sem grúski ótrúlegustu hlutum, sko. Þó það komi kannski ekki endilega á netið, sko. Nei. Ég á sínu tíma, þegar ég var að þessu, þá reiknaði ég út, og ég kallaði það mína hundarlóking, að þá reiknaði ég út hvað hver starfsmaður kostar í vissum stofnunum. Og meðal starfsmaðurinn, þá tók ég bara starfsmannafjöldan, fjárlögin eða þessi stofnunum kostaði. Þá kostaði hver starfsmaður hjá utanríkisráðuneytinu 32 milljónir á ári. Hver starfsmaður hjá Landspítalanum kostaði 9 milljónir. Það náttúrulega rosalega breytt launabili, þetta er ekki, sko, en þetta er svona gefur aðeins hugmynd þetta. Aftur á móti, starfsmenn hjá bjúrókratinu, skulum segja það, einhverju stofnun eða einhverju svoleiðis, þeir voru á bilinu 14 til 18 milljónir. Þetta segir þið það náttúrulega að þetta kostar okkur fullt af pening. Svo ef við tökum meðaltalið, 25.000 opinberir starfsmenn, meðaltalið 9 milljónir, það er svolítið peningur. Já, þetta eru hvað, 3 eða 4 ár síðan ég var að þessu. Og plús annað sem að ég hugsa, sko, að því ég horfi minna á svona hluti, og ég horfi meira á svona fyrirbæri eins og, sko, þessi bjúrókrati þarna, hann stjórnar meinu lífi. Já. Og það er ekkert, það eina sem ég get gert er að blogga eða skrifa umboðsmanni Alþingis. Það eina sem umboðsmaður Alþingis vill vita var farið eftir reglugerðinni. Og bjúrókratinn, sko, hefur oft nefnilega ákveðið vald til að túlka reglugerðina. Og hann er ósnertanlegur, algjörlega. Já, hann er ósnertanlegur og líka það að það eru... Og þá er ekki endilega að tala um, sko, embættismanninn, ég er aðeins að tala bara opinbera starfsmanninn. Það er ekki bara opinbera starfsmenn, þetta á líka við fyrirtæki. Þau geta verið ósnertanleg. Fyrirtækin? Bara einkafyrirtæki. Ef einkafyrirtæki brýtur á þig persónuverndarlög, þá þarf þú að halda áfram með málið. Já. Ef þú fær úrskurð frá persónuvernd að viðkomandi hefur brotið á þér, þá þarf þú að halda því áfram. Og það er vegferð sem allir fara ekki í. Já, ég veit það. Og þetta er góður punktur líka inn í þetta. Og það með tengist því sem ég var alltaf að nefna að þegar ég horf á þetta,
Þetta eins og þegar ég var að vinna hjá Fiskistofu, ég lærði mikið á því. Þannig var maður að sjá fólk sem voru kannski deildarstjórar eða með einhver svona ákveðna ábyrgðartitla. Já. Oft með ákveðnar skólagráður. Og ég er ekkert að gera lítið úr skólagráðinni. Nei. Ég er ekkert að gera lítið úr menntun, þú veist, menntun er bara gott mál. Heldur, ég var að sjá oft fólk sem að hafði ekkert common sense í hausnum. Nei. Enga ábyrgðartilfinningu, var siðblind. Ég er ekkert, og þannig er ég að tala með muninn á siðleysi og siðblindu. Já. Að fullt af fólki fer eftir ákveðnum reglum Já. sem við teljum vera siðferði, en er kannski blind á siðferði. En það var mjög vel málifært að ég er með þessu stöða því þetta próf. Já. Og ég er snillingur í að réttlæta sjálfan mig með alls konar orðagjálfri og útúrsnúningum og yfirlýsingum og dóti, plús jafningjaþrýstingurinn. Já. Sko jafningjaþrýstingur, það er alltaf að tala um jafningjaþrýsting sem ég þrýst á þig, þú þrýstir á mig, þú varst að fá þér nýjan bíl, ég verð að fá mig líka nýjan bíl, eitthvað svona. En jafningjaþrýstingur getur líka verið, við erum að þrýsta saman á hina. Á hina. Þannig að þegar ég sem deildarstjóri í lyflækningum og þú sem deildarstjóri í Röntgen, þegar kemur hann einhver Samúel Jónsson og gagnrýnir mig, þá stendur þú með mér. Þá stöndum við saman. Já. Veist, rýtingarnir í bakinu á okkur kemur þér ekki við. Nei. Það er bara milli okkar. Þetta er sem sagt, ég sagði nú einhvern tímann hérna fyrir, ég var á okkur fundi, umræðu. Þá var ég einmitt að tala um þetta með lögregluembættið. Alla þessa óeiningu sem komið í ljós að það innan lögregluembættið. Það var skipulega unnið að því að sprengja þetta. Vegna þess að samstaða innan lögreglunar var á sínu tíma sem ein. Já. Þetta þurfti að sprengja upp. Saman að því. Og þetta var farið skipulega, þó fólk átti sig ekki á þessu. Ég ætla ekki að kenna einum með það. En þetta var farið skipulega í að sprengja þetta. Og þetta var í raun og veru síðasta vígið það sem að heild var. Já. Og til dæmis, sko, alveg bóka þá, ef það kom eitthvað vesen upp í lögreglan, vill ég meina, ég á þessi, fór að fara þetta á bóstaðar, að þá tóku menn á því innan síns hóps. Já. Þetta er alveg eins og það sagt við minn á Grænlandi, þegar vindmálið kom upp, þegar að þeir kæmu til Grænlands, strákarnir, að þeir ætti ekki 7 daga að sæla. Þetta með bólar nátt. Það er tekið á þessu máli innan samfélagsins. Já. Og það er, þú veist, þeir hafa útskúfað, ég fór að spyrja fyrir að kynna þetta. Ef einhver hefur gert eitthvað, þá er hann útskúfaður á samfélaginu. Bara fyrir að búa jökul eða eitthvað. Þeir eru ekki bært að vera hér. Já. Þannig að þetta er alltaf það sterkasta afl sem að fólk á. Já. Og þegar þú búin að splundra lögreglunni, hvað er ekki? Það búið í raun að splundra alla, það búið að splundra á samfélaginu. Það er allstaðar óeining. Sjáðu bara verkalýðsfélögin sem ætti að standa saman. Það búið að splundra þeim. Heilbrigðisstéttunum, það búið að splundra þeim. Það standa ekkert saman heilbrigðisstéttirnar allar. Lögreglan. Þegar ég sagði á hann að þarf á splundrinu, þá átti ég nú við að, sko, ef við fyrir 20 ára eftir í tíman, lagið hans Bubba, þetta kvöldar ég að Já. Að við viljum ákveðna rýni, en ég er á sama tíma samsærisöskurinn með mjólkurferðnin á kaffibrúsan hjá mér. Er verið að slá reiki í augun á mér, kemur upp líka, sko. Já. Einhverju hluta vegna, þá horfum við allt öðruvísi á hlutina heldur en svo margir gera. Ég horfi mikið í tölur. Og hérna, það var eitthvað viðtal á Vísir í morgun, og ekki oft sem ég fer að einn, en það hefði verið að tala hérna flaggið þarna sem það voru að skoða þarna hvað heitir skipið. Þetta meina hann að SS myndin? Já. Og nú var sagðað sko að var sagt í þessu viðtali við hann, ég man ekki hvað hann heitir, að það hefði lagt
af stað yfir hafið með kol og olíu. Það var búið að segja okkur annað. Og hann talar það að norska skipið, það væri partur af svona sjóræningjastarfsemi, þar sem þau væri að hirða brotamála, hirtu skipi. En ég fór inn á hérna... Þú ert örugglega að sjá vélina mína í gang, sko. Ég fjallaði svo mikið daginn. Já. En þarna er mín sterka hlið með að fara inn í tölur. Og hann að tala já, þeir geta heilt brotajárnið og það allt saman. Það væri svo mikið uppbúið að hafa. Það eru bara umskiptingar sem kaupa svona trillisvið. Ok. Þá vil ég setja það fram fyrir tölum. Þú fær dollar fyrir ég minnur að fá dollar í þetta og flettu sér til morgun. Ég ætla að fá $1 fyrir kíló eða brotajárni. Sem sagt, gömlu brotajárni. Það er ekki sama sem sagt fyrir 1965. Ef þú ert með brotajárn sem sagt fyrir þann tíma, það er hærra metið. Það var svo játrygt, sko. Já. Og það var þessi blanda og þessi bræðsla. Já, þú getur endurunnið það í svo miklu mæli. Já. Þú færð mikið meira út af því. Eins og þetta við plastið að endurnýja það 5 sinnum. Já. Og þá þýddi þetta þá. Ég deildi þessu bara upp, svona hundalóki, mér finnst ofsalega gaman að henni. Já. Þeir þurfa 1000 tonn á klukkutíma til þess að vinna kostnaðir inn á skipinu. Býtu, þeir eru ekki að fara með brotajárn. Það er bara... Þetta er gott dæmi fyrir almenna borgara að átta sig á. Hinn almenni borgari nefnilega þegar hann les fréttina, eins og með þetta með Seabed Constructor, það sem vakti fyrir mér að því ég fjallaði svolítið þetta, bæði á ensku og íslensku, þegar þetta var að gerast, því mér fannst þetta mjög áhugaverður spuni. Og mín niðurstaða í mínu röndum var í rauninni engin. Eina niðurstaða mín var það sem er verið að sýna mér er ekki það sem er að gerast. Nei. En ég veit ekki hvað er að gerast. Það sem var lykillinn hjá mér var einmitt þetta sama og þú ert að nefna með tölur. Já. Að kostnaðurinn af einum degi á sjó fyrir þetta skip er svo gigantískur að þú ert ekki að sækja bara eitthvað þarna niður. Þau auk þess en dýpið sem þetta skip er á er heldi á milli 200 og 400 metrar. Já. Sko, klassískur díselkafbátur fer heldi mest niður á 200 dýpi, 200 metra. Heldi, ég man það ekki alveg. Það er ekki klár á því. Ég held að stærstu, sko stóru bátarnir, kjarnorkubátarnir, þeir geti farið alveg niður í 400. Hvort ég ruggla saman metrum og fetum? Nei, það eru ruggla í metrum. Ég bara veit ekki hvað ég farið djúpt. Ég er samt ekki klár á því, þú er ekki tjá með það. En sko, fyrir hvern metr, þú þekkir þetta bara í sundlaug. Já. Ef þú ferð í 3 metra sundlaug og ferð niður, og þá finnur þú, sko, ef þú ert með plastpoka með þér, þá sérðu þá alveg þrýstingin. Farðu 30 metra niður. Frostkafari sem fyrir á 50 metra, hann verður að fara mjög rólegur. Já, hann verður að taka hreifnu upp, sko. Og þú þarft að fara í gegnum svona aðeins að setja það í þessi spor, eins og við erum að tala um þetta með bjúrókrati og peninga og flækjur. Hinn almenni maður, hann er ekkert að hugsa svona langt. Kerfið er bara þetta virkar, ég get keypt í matinn, ég get keypt húsnæði, ég get farið og fundið með maka, eða ef ég er með maka alveg fjölskylduna, börnin eftir ákveðnum settum reglum. Þetta er allt of stórt fyrir mig til að fara að setja mig eitthvað inn í eða að skipta mér að. Þú þarft ekki að setja inn í það, þetta er ekkert svo stórt. Já, þú þarf bara að hugsa pínlítið öðruvísi. Alveg eins og þetta. Þú veist, ég er ekkert ætlast til þess að fólk fara að reikna út tonnin og allt þetta. Nei. En þú getur svona nokk sagtir það að brotajárn er ekki svo mikið svirði, þannig lagað. Já, þetta er alveg borðleggjandi að þú veist, þeir ekki að sækja brotajárn. Nei, og svo kom önnur skýring á því þeir væru sennilega að vinna eir og kopar, skilur úr vélarrúminu. Saman staðinn. Það er bara nokkur kíló, já, ég meina. Skilur. Það er ekki til að fara að ná í eitthvað niður á 200-300 metra dýpi. Eina sem er eftirsóknarvert þarna niðri gæti verið gull, demantar eða úraníum. Það er mín niðurstaða. Já, og það þyrfti þá að vera eitthvað magn. Það þyrfti að vera, sko, og þetta er bara ágiskun. Ég hef enga hugmynd hvað er, sko, þess vegna var ég að leika með þá hugmynd hvað er það í sokkin kjarnorkukafbátur þarna, sem má ekki tala. Já. Mér fannst það persónulega, sko, mitt persónulega mat var að það væri líklegast, sko. Já, þú þyrftir ekki með 1 tonna gulli, þá ertu komin í svakalega upphæðir. Reyndar. Þú sér það að það eru 30, unsan er 32 grömm.
og únsan á 1500, nálega $1,500 nú í dag. Ok, hvað er 1 goldbar? Ein stöng? Margar únsur? Ég veit ekki, hún er nánast kíló, sko. Nei, hún er meira, nei, ég man það ekki. Sko 10 únsur eru þá 320 grömm, þannig að 30 únsur eru tæft kíló. Nei, eru 100 grömm, 90 grömm sko. Þannig að Þú þarft 31 únsu í kílói og segja það sinnum, bara gera þetta hérna á staðinu, það er bara hundalógíkin, $1,500. Það eru $46.800. er gullstöngin cirka það? Já, fyrir kílóið sem sagt. Og þú segir, við skulum segja það að það sé, segjum það sé bara tonn. Það eru 1000 stangir. Þá ertu í 46 milljónum dollara. Þannig að þú þarf tonn til að fjármagna einn, já, ok. Sem 112, segir það bara, dollara sé það. Það er bara að telja, sko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Það eru 5 milljónar. Það er 1 tonn af gulli. Þú fjármagnar alveg ferðina á því. Já. Skilju, þetta er hundalógíkin sem þú þarft á bakvið og þarft að hugsa pínlítið öðruvísi. Þarft ekki að fara að reikna þetta alla leið. Ég kaupi það alveg, ef það er tonn af gulli þarna niðri með þessu útreikninga, þá er það alveg þess virði og ef það eru 2 tonn þarna niðri, þá er það fyllilega þess virði. Og þetta með sjóræningastarfsemi eins og minnist á, þetta vitum við. Og ég einmitt myndist á það einum á röndunum mínum, sko, að, ég verð náttúrulega að segja að told you so, sko, að það er bara því ég lít á sumt af því sem ég rönda sem, sko, kannski ef ég rátt fyrir mér, ég er allavega búinn að dokumenta þetta pælingu. Já. Vegna þess að ég var kannski að hugsa þetta í morgunina og það sem ég er svo skemmtilegt með rönd, sko, almennt. Hérna var ég að hugsa eitthvað, hérna sé ég eitthvað að spuna, alls konar hluti. Ég veit eftir viku er ég búinn að gleyma þessu pælingum. Svo ég er búinn að dokumenta pælingunum, hvort sem hún er rétt eða röng. Því svo er annað, þú ert búinn að dokumenta hérna 2 pælingar og svo einhvern tímann eyðirðu, það er kannski liðin 1 ár, 2 ár og þú eyðir einhverjum sunnudegi að hlusta á gamlar pælingar frá sjálfum þér, sko. Bara eins og fara í gegnum gamlar glósur. Og já, allt í einu fattar hérna eitthvað sem þú hefðir annars ekki fattað. Það er þetta sem ég er ofta að leita. En sko ég veit nóg, bara með því að hafa séð dokumentari svona, til að vita að það er fullt af svona sjóræningjastarfsemi í gangi. Bara eitt dæmi með Seabed Constructor. Þú átt hérna þetta skip sem er sérhæft til ákveðin að leita, ákveðin rannsóknarstarfa og þú með 365 daga í ári. Og það er ekki raunhæft, það er ekki þörf á því frá olíuiðnaðinum að nota nema sem 75 daga á ári. Þá eru hérna 280 dagar eða 270 dagar sem að þú hefur ekkert verkefni handa áhöfninni sem skipið er bara í höfn. Þannig að það er bara praktískt að hafa það í sjóræningjastarfsemi á meðan, sem verktaki. Það er það og það er líka, og þessum skipum, sko, það er vinna fyrir þau að gera. Eftir að olíuverðið lækkaði, þá er bara mikið vinna fyrir þau að gera og þá er náttúrulega verður að koma þessari vinnu. Þetta er náttúrulega gríðarleg fjárfesting. Svo mér fannst það bara þessi flötur, mér fannst það ekkert merkilegt, sko, og þú voru að leita þarna sokknu skipi. Já, gott hjá ykkur. Þú veist, bara út frá þessari hundalóki. Að skipið var þá bara við einhverja framkvæmdir og einhver 2-3 verktakafyrirtæki í Englandi tengjast þessu. Já, ég veit alveg hvernig The British Military Industrial Complex er. Þú veist, hann er ekkert, þó hann sé ekki í kastljósi á hverjum degi, hann er ekkert lítill, sko. Og ég hitti náungandaginn Íslending sem var alveg upp í Bandaríkjunum, karl sem er fluttur heim. Og hann er alltalandi á ensku, hann kann eiginlega enga íslensku. Hann var svo ungur þegar hann flutti út. En hann var í hernum, hann er á eftirlaunum frá hernum. Og þess vegna er ég ekki eins grimmur gagnvart USA þessa dagana, því hann fylgist aðeins með, það ég er að segja. Og bara ég kann velveinast karl og hann hefur frá ýmsu að segja. Og ég átta mig alveg á því að þegar ég er að ranta gegn USOAS, United Satanic Assholes, að þá veit ég alveg ég er að horfa í gegnum ákveðin álöfu. Og þannig er ég búinn að kynnast manni sem hefur ýmislegt að segja,
sem að ég mun kannski aldrei fá að vita nema frá honum. Hann hefur gefið okkur komment sko á Facebooku sem ég ekki mættum að fá. En það getur hjálpað þér að horfa í aðra rottur. Já, það gefur mér bara fleiri augu. Það bara fær flugan eitt auga í viðbútt, sko. Þá ferðu að sjá þetta betur. Já, og hann var að segja mér til þessum daginn, þegar ég hitt hann fyrst, hann var að segja mér frá því að hann fór til Englands nýlega í frí með konu sinni. Og hann fór á einhver söfn í Englandi til að skoða the British Military History. Já. Og hann sagði sko, með það sem ég þekki úr the American Military History og þegar ég skoðaði Britann, England, þá var bara eins og að fara úr einhverju úr leikskóla í warfare. Ef ég skoða sko síðustu 6-7 aldina sko. Já, já. Allt það sem að þessi breski kúltúr, hann hernaður. Já. Þó hann líti ekki þannig út í dag. Nei. Þannig perspektíf sko. Já. Það sko, þú sér það að þetta eins og með Svíana. Þeir fara rosalega pent með þetta. En þetta eru stóru helgarframkvæmdir, þetta er alveg risa. Það er bara nokkrar vikur síðan ég fattaði það. Já, ok. En þeir eru með alveg, sko, og þeir eru mjög framalega. Þeir eru með alveg gríðarlega góðar græjur. Sko, ég viss alveg af SAP-vélunum og því. Já, en stórskotarliðsbyssurnar hjá þeim og allt þetta, þetta er bara, já. Ég viss að þeir framleiða margt af því sjálfir, en þegar ég fattaði að þýski kafbátaflotinn í síðari heimsstyrjöldinni og fyrri heimsstyrjöldinni reiddi sig á sænskan iðnað fyrir legur og þéttingar og alls konar pumpur og drast. Já. Þegar ég fattaði það að Svíþjóð bara í rauninni átti þýska kafbátaflotann, þá fór ég að fatta sko. Já, hvað veistu með þeir eigið meira? Sjáðu, taktu SKF. Hérna bakun. Já. SKF er eitt af virtustu lefufyrirtækjum í heimi. Já. Bandaríkjamenn, jú, þeir eru með tæmikenn. Þeir komast ekki með tæknar þar sem SKF er með hægara. Og punktur sko, ég var einhvern tímann að lesa í hittifyrra sko, það sem kom mér hérna á spori. Ég var að lesa í hittifyrra einhverja grein það voru einhverjir 2 eða 4 ástralskir kafbátar. Þetta eru díselkafbátar, stórir. Já. Og þeir eru framleiddir eftir þýskum teikningum, en þeir eru meira eða minna smíðaðir í Svíþjóð. Og greinin sem ég var að lesa á þetta þegar kom upp sko þéttingavandamál hjá skrúfunum. Já. Eða alveg í einum af þessum kafbátum. Það var meira átt að mála að finna út hvað hafði farið úrskeiðis og Svíarnir þurftu að vinna með og þetta var svona áhugavert. Sko. Já. Því maður hefur aldrei pælt í sko eins og með kafbát sem að fer niður kannski á 200 metra dýpi. Já. Ég veit það alveg að ef það kemur eitt gat á kafbátinn, þá ertu komin með sko ekki bara bunu sem kemur hann inn, hún er hnífur. Já, skurðarbuna. Já. Og það getur bara verið nóg til þess að allt fari til sko. Já, þú getur kvætt að manni tvent alveg einn, bara, þú veist, það er ekkert. Þeir komust að því þýskir kafbátasjóliðar að ef við settu hendina fyrir bununa og bara hendin það. Já. Þetta er alveg gríðarlegur kraftur sem er í þessu og á sínu tíma, ég velti þessu aðeins fyrir mér, hvernig ætli þeir þétti skrúfuna? Akkurat, þetta er veikast í leggurinn. Já, það var þegar ég var í sko hitaveitudagunum og þá vorum við með sko, það var dælt niður sem sagt á axlana með smurvatni, sem kallað er, það var dælt ofan. Og við vorum alltaf í vandræðum með þessa þéttingu efstu við þar sem axullinn fer niður í dælu, eða sérst röra, þetta eru rör sem fara niður. En það varð að vera þannig að það var alltaf að leka aðeins yfir til þess að smörja þéttinguna. Og þá vorum við með sleittó sem að drýpa aðeins úr. Ef að hún þéttist, þá hætti að leka það inn. Þá var efstu öxullinn ónýtur. Svo ég fór að hugsa einhvern tímann að þegar við vorum að taka upp einn á dag. Já, býtu, ef þú snýrð þessu við, ert komin í kafbát. Þetta er ekki neitt smá þrýstingur. Og þá notar ekki eitthvað snúast og já, svo er kannski djúpsprengjur og læti sko. Þá kom svona, velti ég því fyrir mér að þú getur þetta jú með mjög öflugri dælu. Þá dælur á móti. Sérst, og það er nákvæmlega sama og við gerum í hitaveitudælum. Að þá ertu bara með, og þú þarft alveg svakalega þrýstinga á þetta. En þá ertu bara með þéttingu, en dælir vatninu á móti innanfrá. Svo þetta er eins og þú ert með öxulinn sko, svo ertu með þéttingarlegu, svo ertu með chamber fyrir aftan sem fyllist af vatni, sem er virkar eins og buffer. Þar ertu með dælubúnað.
það er inn á hann dælur, Já. þrýsting. Já. Þannig að þrýstingurinn var ekki inn, heldur fer hann út. Þannig að, já, þú kemur með hérna þrýsting og þrýsting, sko. Já, og ferð sko yfir þrýsting yfir það sem þú ert í sjónum. Já. Þannig að þú þarf tannhjóladælu. Já. En þú getur jafnvel haft tembur eftir tembur, þú getur þrepaskipt þessu, sko. Já, og þú verður náttúrulega að hafa þrýstingi miðað við þá dýpt sem þú ert á, af því að þú ert mjög ofalega, að þá bara dældur út alveg gríðarlega magni. Já. Þannig að þú þarfst að stilla þetta. Þetta er svona svipað eins og maður hefur séð í bíómyndurum, sko, you have to flood the torpedo chamber. Já. Það er bara meira átt að mál að opna fyrir það og fá þrýstingin hann inn, þrýstingi kringum rörið, sko, Já. torpedoið er komið inn og þú veist, þetta er bara meira átt að mál. Já. Já. Þess vegna er það sem að í raun og veru lúan fer til hliðar. Það er til að búa til pínulítið. Þetta er ekkert öðruvísi heldur en bara renniloki, bara krani. Og alltaf er mesta hættan, þegar að vatnið fer að fara inn, byrja að fara inn, að það skeri sig í. Og það kemur náttúrulega alveg sjokk hann í. Já. Sko. Svo að geta það henni blinda auga, sko. Ég meina að þetta er eins og, sko, ef þú skrúar frá krana. Og svo þegar þú ert búinn að skjóta, þá ert að loka, þú ert að dæla út, Já, 900, þetta er bara meira hátt að Já, loka sjálf. já, þetta er ekki döðveld. Svo horfum maður á Red Storm Rising, eða hérna, hvað heitir það hérna með Sean Connery myndina? Eitthvað hvað heit hún aftur? Það var ekki Red Storm Rising, það var bók sem á aldrei var kvikmynduð og ég hef alltaf verið hissa á því. Red October. Já. Og svo er til önnur sem heitir Crimson Tide. Já, ég held ég að sé þessa báða myndir. Sem var með uppreist sko um borð. Denzel Washington í eitthvað svertingja sem neitaði að skjóta tundi hérna kjarnorkusprengju. Alveg rétt, já. Og svo var til einhver þriðja myndin, sem ég voru bara að horfa á nýlega. Því ég er gaman að káta myndum sko. Já. Það er hafa ákveðið svona enigma sem að, þetta er svolítið sjarmerandi fyrirbæri sko. Ég veit ekki að mér í þessu. En með kábáta sjómenn almennt sko, þeir eru mjög vinsælir hjá kvenþjóðinni, þeir koma í land sko. Það er bara eitthvað með þetta. Já, sko, þú veist, þegar maður var inn í hérna tankasmíðinni eða rörasmíðinni, mér leið aldrei vel. Það bara, þetta átti ekki við mig og þannig ég afgreyti kábátinn alveg. Þú veist, eitt skiptið að maður er búinn að upplifa helviti margar hluti, að þá er ég að gera við, hvað ætli þessi ekki, 90 cm af pípu sem að liggur inn í Mosfell frá Skammatalnum og yfir í Dælustöðum. Það hávetur hann. Og já, hérna, sko það bilaði í botninn þar sem hún situr á rúllum. Það var ekkert hægt að fara þar undir til að gera við hana. Þannig ég skar gat á hliðina og það var bilað á 2 stöðum og vinnufélagið minn, hann var ofar og skar gat þar á pípuna og við unnum þetta í gegnum sem sagt innanfrá. Ég var svo óheppinn að því ég var neðar og áttu stóð þannig að ég fekk allan guðlustrókin á mig. Og ég var í 50 gráða vinni með efri hlutan á líkamanum en 20 stiga frosti með neðri hlutan úti. Svo þegar við vorum búnir, alltaf með það, þá ætlaði ég að fara að sjóða hérna mannopið í, eða bótina. Það var alltaf ekkert hægt, ég var svo blautur og það var svo kalt að ég skar svo mikið. Ég þurfti að fara niður í þetta og skipta föt og allt saman, sko. Ná, geta hittað mér upp aftur. Þú veist, já, þá vissi að ég er búinn að vinna þannig inn í rörunni í einhverja 3 tíma. Það er endanlega afgreitt í kafbátaugmyndu. En ástæðan í nefni þessar myndir er svo að þegar þú horfir á kafbátamynd, þá sérðu ekki þessa hluti. Nei. En í öllum svona kafbátamyndum kemur svona incident til að gefa þér feeling í kvikmyndaverinu að þú veist, það gerist eitthvað í vélarrúminu þannig að þú sér einhverja pípur fara og það kemur svona, það er svona lekur bara svona eins og inn í, en sko, þú sér aldrei skurðarbununa. Nei. En í þessu perspektífi sko, í bíómyndinni þegar fór hann eitthvað rör inn í vélarhúsinu, það er ekki svona einfalt. Það er ekki svona einfalt og það er, þú veist, bara ef þú tekur skip sem dæmi eða hérna, sko, tökur sem dæmi hérna pramman sem ég var að gera við úti. Þetta er svo þröngt, þú veist, að þú kemst ekkert Þú ert bara á skiptinu, það er eitt þarna niðri, jú. En þetta er allt svo þröngt. Já.
Og það svoleiðis í bæði skipunum og kafbátunum. Í kafbátunum þetta margfalt þrengra. Miklu þrengra. Þarna var bara í raun og veru, þetta einn eins og einn gámur. Handan ljósavélin og aðalvélin. Og, þú veist, bara, sko, fólk trúir ekki fyrir að sé það. Svo var ég náttúrulega rappaði þegar ég kom upp, af því að ég var hjálmlaus, ég var vestinslaus og allslaus. Þannig að öryggisfundurinn stóð á kajarum. Gar. En þú kemst ekki niður, þetta svona mannhopp, 60 sem þú fer niður og þú kemst ekki eins og í vestin þarna niður. Já, mér langar ekkert í svona. Nei, þetta getur verið, þú veist, já, þetta allt í lagi svona. Spooky dæmi. Já, en svo kemur maður upp allur í olíu og olgiði og... Nú skoða batterið. Já, það fullt batteri og rekordböttun á. Það var svo hægilegt að taka upp og ekki. Já, það allt í lagi, það bara, þú veist, þegar maður svona, ég treysti ekki tækninni. Nei. En þetta einmitt enn eitt dæmi, þú veist, af því það eins og heyri, þá ég með hennar rauða þrá allan að búið að vera því svolítinn tíma. Sko, það er ákveðin togstreita í mér. Af því vorum að tala að því nú höfum við báðir áhuga á lýðræðinu, við náttúrulega báðir í þjóðveldinu. Já. Og ég vaknaði til dæmis til vitundar en þá sín tíma að lýðræði sem okkur sagt frá, þegar við erum að tala lýðræði í fjölmiðlum eða bíómyndum eða ræðum eða, þú veist, kemur þetta, þú veist, President of the USA og tala we are doing this for democracy. Já. Og þú veist, þetta komið svona, þetta svona eins og maður liggur í, sko, þú veist, þetta eins og þegar þú setur eitthvað í lög, Já. marineringu. Já, marineringu, já. Og veist, þetta bara orðið svona hugtak í hausnum á manni sem hefur enga merkingu rauninni. Merkingin orðin yfirfærð. Því já, við búum við lýðræði gott, við erum að berast fyrir lýðræði mikilvægt, lýðræði þarna lýðræði, veist, og þetta orðið, þú veist, sko merking hugsunarinnar. Veist, því raunverulega merking þessara hugsunar orðin bara, það búið að fjarlæga hana. Já, það búið að setja þarna vegg á milli í raun og veru líka. Sjáðu til dæmis eins og með, ef þú tekur amerísku stjórnarskrána, íslensku stjórnarskrána eða eitthvað, þú þarft að fara í gegnum allt þetta bjúrókrat eða einhverjar stofnanir eða hvað sem það til þess að komast að réttina. Já, og svo kannski sérð ekkert hluti, þú veist, eins og þegar ég ofta að ranta, sko, þú veist, ég minni stundum á eins og með, sko, þegar ég fer í dómsmáli mitt á sínum tíma, ég nú fengi ábendingar frá fólki að hætta að tala það. En ég ekki að tala það út frá mínum persónulegu upplifun, heldur því hvað mér fæ að sjá. Já. Þarna fæ ég persónulega reynslu af heiðarleika dómskerfisins. Já. Eða eins og reynsla mín af Fiskistofu, fæ ég persónulega reynslu af siðblindu fólks sem ráðið í stofnanir á einhverjum forsendum og með fullri virðingu fyrir góða fólkinu sem ég kynntist þarna og engin nöfn. Það var fullt af góðu fólki sem ég kynntist þarna þetta. Sem sko, fólk sem hérna einhver manneski í einhverju stól, einhverju stofnun, og þessi manneski ekkert, þú veist, það ekki bara, sko þó maður tali meira hið opinbera. Hérna einhver manneski sem hérna á þessari ríkisstofnun, hún þessu embætti, bla bla bla. Hún þarna af því hún trúir á þennan lista sem við trúum öll á. Já. Hún sér ekkert endilega hún sé siðblind af því hún hefur gott siðferði. Hún þekkir ekki muninn á siðblindu og siðferði. Nei. Ég ætla fólki ekkert þetta, þó við séum að deila á þetta alls. Þetta snýst ekkert persónuleikann. Nei, en sko þessi manneskja, hún gæti líka alveg eins verið í vinnu hjá einhver einkafyrirtæki, sko. Já. Að þú veist, það sem ég fer að horfa á, þannig að fæ ég tvö perspektíf á það, sko, við erum alveg upp í samfélagi, það sem að hinn almenni maður, við trúum á heiðarleika, við trúum á samsögli, við trúum á ábyrgðarkennd, við trúum á staðfestu, við trúum á umburðarlyndi, fyrirgefningarpælinguna og svona. Og svona eitthvað svo sem veljum við að salatborðinu, svona eitthvað fleiri gildi. Og við trúum á barnavaldanefnd, við trúum á löggæsluna, við trúum á svo mörg batteri í kringum okkur sem líka gerir okkur af. Þú veist, ég veit það að ef
að ef ég er þjófur þá kemur löggan og ef ég fer illa með barnið mitt þá kemur barnahaldanefnd og svona batteri af girðingum sem passa upp á siðferðið mitt. Og ég er líka með skólabatterið sem er búið að kenna mér hvað siðferðið á að vera. Og foreldrar mínir eru kannski hættir að hafa áhyggjur af því hvaðan ég fæ siðferðiskennsluna sko. Því þau eru bara að vinna og horfa á sjónvarpið og fara í útivist helgar eða eitthvað. Þau þurfa ekki að hafa áhyggjur af þessu, skólinn sér það. Og þú veist, það er komið svo mikið af girðingastöðum í netið. Og það sem ég upplifa allt í einu, heyrðu, girðingin, byrju, hver eðst hana? Hvers vegna? Já, akkurat. Og hver eru heilindi þeirra sem er í girðingunni, er að eðst hana? Og hvernig stendur af því að það er grænna gras hinum megin? Það er bara búið að vera að segja mér að þessi grænna gras mín megin. Og þeir sem fara yfir í græna grasi séu vond fólk og það eru girðingastöðarnir sem segja það. Og þú veist, allt í einu fattar maður, heyrðu, ég bý í draumaheimi. Ég bý í fokkins fantasy. Nema það er einhvers staðar á leiðinni, þá er A búið að sannfæra mig Móses sannleikur og B, ef að ég fer að efast Móses sannleikur, þá líður mér svo illa að ég fer þá bara dett í það eða kaupi mér nýja geislaplötu eða umhverfið. Þess vegna var ég að segja áðan, sko, okkur ætti Jói að fara að spá í þessa hluti. Það er svo margir girðingastöðar, það er svo margar flækjur. Og ef hann fer að tala á kaffistofunni, heyrðu, ég er búinn að finna samsærið seðlabankamenn. Já. Hvað er að þér, drengur? Láttu ekki Það er ekki sveitlega serið í þér. Nei, það er ekki Rothschild, sko, það er þessi þögna eða hinir eða, og það verða bara flækjurnar, sko, og þú veist, þetta verður svo klikkað. En sko, ef ég fer að tala við hérna Samuel Jónsson, hann er ekkert búinn að lenda í neinum svona uppákomum. Nei. Hann hefur ekki rekið sig á girðingunum. Nei, hann hefur nefnilega ekki rekið sig á girðingunum og það er nefnilega málið ég hef oft búinn að velta þessu fyrir mér. Að, sko, það er ekki fyrir þú ferð að rekast á girðinguna sem þú ferð að hugsa, sem þú ferð að spá. Margir fara bara tilbaka aftur. Já, ok, þetta borgar sig ekki, ég fæ straum af girðingunni, þannig að ég er ekkert að koma við og þeir fara bara tilbaka aftur. Svo eru þessi rauðsarnir sem að halda áfram og það er alltaf stækka sjónarssviðið. Og þá er alltaf að endanum við erum hægt að fara að flokka okkur sem skrýtna. Að þið erum að fara að sjá allt öðru vísi. Eða við lendum eins og við báður höfum upplifað þegar við förum að bisa við hvort við getum losað eins og einn girðingastöður og þá fáum við bara aðeins meira stuð, sko. Já. Þá fer maður að hugsa, heyrðu, býttu, hvað á ég að gera? Já, það er hvað á ég að gera. Maður heldur áfram. Það er bara þannig. Ekki með látum eða nýjum svoleiðis, bara dýnir upp og miðlar því sem að, veistu, ok, þetta er svona. Og þá kannski tekur fólk við því, kannski ekki. Og ef það vill ekki taka við því, þá er það bara, þá er það ekki þeirra mál. En ég, fyrir mig, þá veit ég það. Og það er sko, þá er ég rólegur með það. Þó þetta kannski gagnist ekki neitt. Já. En á einhverjum tímapunkti þá óskar maður þess náttúrulega að það séu fleiri sem koma og sjá það. Jú, maður gerir það, sko. Og það er það sem að rekur mann áfram. Því ég, sko, náttúrulega við báðum reynsla þessu og, þú veist, maður er búinn að fara í gegnum, sko, þessa frústrasjón. Já. Þegar maður er búinn að fatta hérna, það eru 1000 girðingastöðar. Ég rakst á 2. Svo fattaði ég 2 í viðbót. Já. Og þá fór ég að grúska og ég er búinn að finna 7 girðingastöðar. Akkur er alltaf með þetta 7? og hérna, þú veist, ég veit að það eru 993 viðbót. Já. En þú veist, ég var alltaf. Hérna er ég bara að horfa á þessu 7. En svo kemur frústrasjónið. Allir sem eru hérna næst manni, sérðu, verð ekki með þessa vitleysu. Nei, þetta er springandi þér. Sjá hvað er það? Þú veist, hver er bilaður hérna? Og maður svona, fyrst í gegnum þetta frústrasjónið, svo margir segja sko vakniði. Ekki segja mér að vakna, sýndu mér hvernig ég vakna. Já.
og síðan skal ég bara skoða þessu og síðan og ég ætla að taka svo ákvörðun vegna þess að sko, hið opinbera segir mér að vera vakandi á sinn hátt, aktivistinn segir mér að vera vakandi á sinn hátt, ég að byrja að vakna á minn hátt og þú veist, þetta flækjustigið dýpkast bara, sko. En ég komin framhjá, eins og þú varst að lýsa, þessari frústrasjón yfir að fleiri kom ekki með í vöknunina. Ég orðinn alveg sáttur við það. Já, sko, það En samt get ég ekki hægt að tjá mig, við verðum að gera þetta vídeo því við höfum trú á því að gera eitthvað. Við höfum trú á því að þetta komist eitthvað á þessu pínlítið til skila. En það eitt sem ég vil taka fram, sem að ég held að verða að vera alveg, sem að við sjálfum sér báðir höfum þurft að læra. En það það að hver og einn vaknar á sinn hátt. Þú getur aldrei, maður á náttúrulega aldrei að segja allir alltaf á aldrei, það svona þannig á. En yfirleitt... Ánkvær ekki? Svo mikið alhæfingi þessu. Það yfirleitt... Var þetta sem sagt sannleikur? Já, þetta var sannleikur. En yfirleitt verður hver og einn að vakna á sinn hátt. Það það sem skilar mest. Ég er búinn að sjá það. Og þess vegna, sko, gemur þetta upp. Ok, það þýðir ekkert að fara og standa á kassan ef Austurstræti og alltaf fara að garga eitthvað. Það gengur ekki. Það hefur kvarlað mér að fólki skera. Já. Það var bara huggari, það þá ekki huggari næst? Nei, það hefur kvarlað mér sem djók. Ég hef stundum sagt, sko, var ekki bara cool að finna einhvern gamaldags svona ölgerðarkassa og fara niður á Austurstræti með hérna skilti, gamaldags skilti hérna heimsendir í nátt, bara vegna sem ég finnst einhvern veginn orðið meira vit í því. Ég skal taka undir þetta með þig, þetta hefur oft kvarlað að manni, hvernig væri bara að gera þetta. Bara endanlega stimpla sig út úr kortinu. Pabbi, þú kemur ekki heimsókn. Þetta bara, þú veist, ég hef hugsað þetta bara... Já, þú mátt koma í heimsókn eða þú leggur bílnum einhvers staðar langt í burtu og labba svo í stórum jakka sem að þú sér þig enginn með hettin yfir hausnum. Þetta hefur kvarlað að manni. Loksins fatta ég sannleikann, ég er farin á Lækjartorg. Standa þar á ölgerðarkassa, það nú eiginlega, já, spurning hvar maður finnur, það versta við þetta, það eitt mjög slæmt í þessu. Það náttúrulega samsæðið, þú ferð ekki til ölgerðarkassa. Já, akkurat, ég ætlaði að segja það, hvar farið ölgerðarkassa? Það voru reyndar kannski smíðan, það var ekki sérs. Helvítis refinnir. Þess vegna, já, þarna kemur, nú veist af hverju þeir eru með alla kassa og plasti. Það var bannað út af vitleysingum, það var tekið fram fyrir hendurnar af vitleysingum, þannig að þeir færðu alla ölkassar í plast. Svo kemur reglugerðin og segir, hvað fékk þetta plast? Rekjanleiki kassa. Þetta með rekjanleikavottorð. Og endurvinnslu, ertu búinn að greiða endurvinnslugjald? Nei, ég þarf ekki að greiða endurvinnslugjald af því þið er 3. Já. Ertu með upprunavottorð? Hvað er þetta sem komur á kyn? Við erum að vernda regnskóna, veistu það ekki? Já, akkurat. Já, hérna ölgerðarkassin, sko. Það var eitt sem ég var að hugsa hérna fyrir 5 árum. 5 árum, já. Jöfnveld lífið til. Já. Þegar ég var að byrja að pæla í þjóðveldinu, þá var ég tíma svolítið, eins og Axel tala mikið að þetta með þessa sjálfsveldispælingu. Þú veist, maður vaknaði til meðvitundar þessa girðingu að, þú veist, hvað hún er ónáttúrulegt fyrirbæri. Já. Og maður hugsaði bara nei, þú veist, það sem að gildir bara þú veist, þessi exoduspæling að ég kem mér út úr öllum þessum hugmyndaflækjum, sko. Já. Og ég tala nú mikið þetta sjálfur. Og þess vegna nota ég þetta hugtak af því þetta er þegar ég fattaði, þú veist, eins og með, sko,
þú veist, biblíuna þegar þessi mikla saga Ísraelsmenn, eða Hebreana réttara sagt, þeir hétu ekkert Ísraelsmenn fyrir seinna. Þegar Hebrearnir fara úr Egyptalandi, þeir fóru að fatta að þetta metafóra yfir einmitt sömu upplifun. Já. Að yfirgefa allir þessi hindurvitni sem að hafa sko steypt hugaðinn í mót. Já. Og þá var ég náttúrulega undir miklum áhrifum frá Pétri á Útvarp Sögu, því ég hlustaði svo mikið á hans pælingar stjórnarskrá. Já. Og þá fór ég að hugsa, býtu, af hverju ættir að fara úr einu hugmyndakerfinu yfir í annað? Af hverju ættir að fara úr einu ríkiskerfinu yfir í annað? Af hverju ættir að vera stuðla að því að yfirgefa eitt hugmyndakerfi og fara yfir í annað hugmyndakerfi og svona. Og niðurstaða mín var svolítið sárgrætileg. Hún var þessi, ef við tek hérna ákveðið rými, segjum bara hérna ein heimsálfa, bara ímynduð heimsálfa, segjum að það eru 10 þjóðríki á henni og hérna svo gerist eitthvað hérna í 3 dölum, samliggjandi sveitum, þar sem fólk vaknar til svona sjálfsveldishugmynda og það bara varpar af sér öllum þessum ríkishugmyndum og stjórnvaldakröftu og bara öllri þvælunni og fara bara aftur til hins náttúrulega. Það mun eitthvað af skipulögðu vélunum að því ríkiskerfið bara vél. Já, þetta bara maskína. Hvort sem hún með skriðdreka en ekki, þá hún getur marserað á mismunandi hátt. Þá tekur einhver af nærliggjandi ríkishugmyndum. Því náttúrulega ríki ekkert fyrirbæri, það er bara hugmynd sem verður til þegar þú ferð að vinna eftir þessari hugmynd. Já. Ef enginn trúir á skattstofuna, þá hverfur skattstofan. Að einhver af þessum vélum mun þá bara marsera og taka sveitina yfir með einhverjum aðferðum. Já. Svo ég hugsaði það til þess að búa til, ég veit ekki af hverju ég fór að búa til þetta tákn sko, þetta er gamalt táknirinn fyrir whatever. Já, já. Fólk notaði þetta mikið á vefnum fyrir 10 árum. Whatever. Svo breytist það hérna yfir í hjartað. Já. Whatever. Sko, hvernig ætla ég að búa til einmitt þannig að fólk geti frelsað sig en samt haft maskínu til að halda hinum maskínunum í fjarlægð. Það kom mér á sporið að fara býtu hvernig myndi sú maskína þurfa að vera til að geta haldið öðrum maskínum í fjarlægð án þess að búa til illyrni, afstyrni. Og þar kemur sko þetta með lýðveldið inn í. En sem ég nefnilega fattaði sko að því ég fór í gegnum svona sjálfsvinnu, þar sem ég kalla ferli sjálfkvæðvilja. Þar sem að, sko, ég var náttúrulega að upplifa ákveðna útskúfun frá samfélaginu. Og það er ennþá verið að ég upplifði, sko, ég man svo vel eftir þessu, þetta var svona cirka 2011, þá var ég búinn að vera í þessari útskúfun í 2 ár. Og fyrsta tilfinning sem kemur hvað þetta er óréttlátt. Þú upplifir svo mikið óréttlæti. Þú upplifir Já, þú upplifir það er byrjunin. Það er upplifunin. Þér finnst þetta óréttlátt. Já. Og næsta hugsun var helvítis fíflin. Reiðin. Helvítis skepnunar. Já, reiðin, já. Siðlausir, siðblindir, yfirborðskenndir, allur þessi pakki, sko. Þetta var ekki, ég fyrir óréttlæti frá þessum helvítis fíflinum. Og það sem ég geri, ég sagði býtu, þú getur látið svona næstu 10 árin. Já. Og þú getur örugglega fundið einhverja viðhlæjendur til að segja klappaður á baki og segja alveg rétt hjá þér, og fá mungur í glas og laugardaginn og gera lítið og svona. Og við erum búin að sjá 1 trilljón svona mynstur. Ég sagði býtu, ég vil ekki vera þetta. Þetta er bara vanlíðan. Og ég hef ekkert við þess að vanlíðan að gera. En ég veit það að ég get ekki stungið inn undir teppið. Þá verður hún bara af einhverju kauni. Svo hvað ætla ég að gera til að taka kraftinn úr henni? Og fyrsta skrefið var, þið hafið rétt fyrir ykkur. Það er karat, já. Ég var vondur, ég sé það ekki. En ég veit að þið sjáuð eitthvað sem ég þarf að læra að sjá.
Ég Snerið við, já. ég sneri veikleikanum í styrk og ég fór að grína í sjálfa mig og núna er ég náttúrulega orðin gull og gerðsemi og þetta var samt óréttlæti. Nei, samt vond, já. Já, þeir voru vond við mig. En ég fór í gegnum sjálfan mig með margt svona. Já. Ég tók sorg til dæmis, eins og þegar amma mín dó, 2010. Ég fór í gegnum ákveðið sorgartímabil og ég prófaði sömu nálgun. Hvernig get ég tekið sorgina vegna ömmu minnar og snúi henni í styrk. Já. Og svona tók ég niður nokkur af mínum eigin gluggatjöldum. Já. Og allt í einu fann ég eitthvað sem heitir sjálfshvatning, sjálfsstyrking, sjálfsinnri svona þvottur, sko, hreinsun. Já, þetta er eiginlega svolítið sátt við sjálfa sig líka. Þú eiginlega sættist við meira sjálfa þig. Já. Skilurðu, og þú ferð að horfa á hlutina allt öðru vísi. Já. Þú veist, meiri sé að það er einhver illa. Jæja, þeir eiga bara bátt, skilurðu, eða þetta er þeirra vanlíðan. Já. Þetta kemur mér það faktist ekki við, þannig lagað, ég get ekki gert í Já, það. þú verður að sjá vanlíðan hjá öðrum. Já. Og hvernig þeir gera nákvæmlega það sama og ég hefði verið að gera, nema þeir gera bara annan hátt. Það gerðu annan hátt. Já. En þú tekur þetta inn en með sátt. Já. Og þar að leiðandi að þá er þetta mikið auðveldara. Og það verða allir hlutir auðveldari. Já. En þú ferð að sjá líka aðra hluti, sko, samanber, að því hérna er að horfa á lýðræðið, sko. Já. Ég fór að átta mig á því, fram að þessum tíma hafði ég sjálfur fyrirlitið lýðræði. Vegna þess að frá því ég er 14-15 ára gamall og fer að svona lesa bækur og þú veist, ég las til dæmis mikið síðari heimsstyrjöldina, las Falið vald 14 ára. Já. Ég hafði horft á svo margt. Þar sem ég hafði séð hvernig lýðræði var bara skrum, lýðskrum. Já. Ég var svo oft búinn að sjá hvernig lýðskrumið er notað til að spila á lélegustu tilfinningar af fólki. Já. Og oft ýktustu grunnhyggni til þess að draga fram frá demjördsinu, líðnum, vottun fyrir nú ætlum við að gera þetta hérna. Þú veist það, plastpókarnir og bréfpókarnir er gott dæmi. Nú ætlum við að láta ykkur horfa á plastpókana af því við erum að fara að gera eitthvað sem ykkur kemur ekki við. Já. En við þurfum ykkar vottun að við megum hafa völdin eða whatever sem það er. Ég ætlaði að taka þátt í þessu. Hversu flækjan er? Já, þið þurfum að taka þátt í þessu með okkur. Þið þurfum að gefa okkur leyfi til þess að hafa okkur eins og svín. Já. Maður var svo oft búinn að sjá þetta. Já. Og maður var búinn að horfa á hvernig fyrirbæri, ýmis ríkisfyrirbæri, segjum til dæmis eins og Franco. Því að má ekki tala um Mussolini og Hitler. En Franco, hann hefur aldrei verið dímóniseraður. Og hann var við völd frá 39 til 75. Þú sér það eru frá 40 til 75 er það 36 ár. Já. Þú heyrir nánast aldrei tala illa um hans stjórnarhætti í þessi 36 ár. Nei. Svo hann var að gera eitthvað í gegnum sitt einveldi sem virkaði fyrir fólk. Já. Og þegar hann dó, þá var hann búinn að undirbúa það viðtæki lýðræði með konungsræði. Já. Og það eru til fleiri svona dæmi sem að maður getur farið gegnum. Það sem að hægt er að benda á að mörg svona einflokka lýðræði eða einflokka kerfi hafi bara, þú veist, komið vel fram í þegna sína. Já. Já, við setjum fólk í fangelsi. Það er gert í okkar fullkomna fjölflokka lýðræði líka. Það er bara ekki eins áberandi. Nei, það er ekki eins áberandi og það er, þú veist, á annan hátt líka. Já, það er líka bara kannski fjölmiðlum að kenna. Fjölmiðlar eru bara að horfa á og sjáðu þá sem hafa öðruvísi kerfi en við. Já. Hvað þeir eru vondir. Já. Byrju það að gera, þú veist, ef þú ferð inn í Sovétpropaganda, ég þarf að veðja að það voru til fullt af lærðum greinum sem sýndu fram á það sem heitir á ensku Degeneration of the West. Já. Og maður er að sjá fullt af, af því ég horfi svo mikið á geopolítiks og kultúrarýni á YouTube. Já. Maður er að horfa á svona gauðra eins og sjáðu Slavoj Žižek, hann er mjög gott dæmi um þetta. Hann er heimspekingur frá Slóveníu sem á hluti af Júgóslavíu. Þetta er kall sem held ég, hann nálgast 70, en hann lítur út eins og hann séu 60, þetta er unglegur og hress kall. Og hann kemur bara fram á t-shirtinu og er alltaf að gera svona þegar hann talar og segir fólkinu að það eru öll fíbl og fávitari, mikið er þakkláttur fyrir að vera hjá ykkur. Og svona.
Svo hermir hann eftir mér með gúmmískóna. Nei, létt spurð. Já. En maður horfir á þennan kall. Þetta er kall sem hefur alin upp í Sovétkommúnismannum, í Júgóslavíu. Þó heyrir hann aldrei tala illa um það. Nei. Hann er yfirlýstur marxisti, en hann tala mikið um að hann vill samt lýðræði. Já. Og hann kemur stundum með svona djók, þú veist, í sömu fyrirlesturum, hann verður með húmor fyrir sjálfum sér. Og svo líkur hann kannski síðan að ljúka henni fyrirlestri. Já, og ef þið sjáu þetta ekki, þá sendi ég ykkur í gúlagið. Já. Sendi ykkur í gúlagið, já. Þannig að hann er, þarna sérðu gaur, sem gæti verið að eyða öllum sínum krafti að benda öllum okkur Sovétkommúnisminn og vondur. Þetta er gaur sem fer í Kína og heldur fyrirlestra. Hann er mjög virtur í dag. Já. Hann heldur mikið af fyrirlesturum og námskeiðum í Bandaríkjunum. Sko, þú veist, við vitum alveg að sumir hlutir voru rangir í Sovétblokkinni. Já. Ég talaði fullt af kínversku fólki sem er mjög ánægt með kínverska resímið. Fólk, sko, það myndi alveg vilja lýðræði, sko. Það bara vill ekki segja það, það veit að það má ekki segja það. Það má ekki segja það, sko. En þetta fólk er að koma á Vesturlönd, koma í nám. Við talaðum fullt af svona fólki. Kínverjar sem koma til Vesturlanda og koma í nám, ná sér í menntun. Hvað gera þeir við þessa menntun? Þeir fara með hana heim. Já, þeir fara með hana heim. Þetta er allt saman fólk sem þið geti labbað inn í næsta sendiráð hérna, eða næstu lögreglukrifstofu og sagt ég vil fá hæli á pólitísku forsendum af því að ég bý við vonda kommunistastöðu. Það kvartlar ekki að neina þessu fólki. Nei, það kvartlar ekki að því. Það er, sko, svo erum við náttúrulega ekki að fá réttu söguna í fjölmiðlasysteminu, sko, eða því sem er verið að segja okkur. Þú ert ekki að fá nema bara í rörsýninni, þetta litla, eins og þú varst að segja, það er fullt að, skilur, það er allstað. Já, það er þessi áttið, sko. En það er bara hvernig er þetta maturinn ofan í okkur? Það er akkurat, vegna þess að sko það er einmitt það sem ég sagði áðan, við erum í einu kerfi og við horfum ekki á hvað er að í okkar kerfi því við erum alltaf að horfa á hvað þetta er vont á einhverjum sem hafa annað kerfi. Og það dugar á flesta. Af því að ég get farið til Kanaríu um jólin, þú veist, eins og margir gera. Með fullri virðingu fyrir því, það er ógeðslega gaman. Og ég veit að þú hefur prófað það. Já, það er. En þú veist, ég elska ferðalögi svolítið aðeins, sko. En sko, ég veit ekki hvernig ég má segja þetta einfalt. Sko, þegar ég horfi á þessa sjálfsvakningu, því sjálfsvakningin hjá mér var málið. Var málið? Já, það var málið. Já. Þegar ég fattaði að ég er ekki gull og gersemmi. Nei. En ég er hvorki né. Ég er bara manneskja. Þegar ég fattaði að annað fólk sem hefur kannski ranghugmyndir um mig hefur alveg, sko ég get tekið þeirra ranghugmyndir og nota þessi speil, býttu, í staðinn fyrir að bara bregðast við með reiði og fautaskap. Býttu, hafið þið eitthvað að segja, býttu, við stemmir þetta. Þú skoða hérna lóan á sjálfum mér. Og segir þetta mér kannski eitthvað um sjálf á mig sem ég hef gott af að heyra. Já, við höfum alltaf gott af því að fara í sjálfskapinu. Svo þegar maður tekur þessu, þú veist, ég tekið þessu, ok, ég er ekki sammála þessu, en ég hafði gott af að heyra þetta og nú er ég svona að möndla með hvernig ég bregst við því, á jákvæðinni. Þá gerist eitt, þá gerist nefnilega hérna ákveðin dýnamík hjá mér og þetta gerist þarna í ferlinu þegar ég er að pæla í þjóðveldis, stjórnarskránu og þeim öllu, sko. Þá fór ég allt í að fatta að þetta lýðskrumslýðræði. Þá fór ég að sjá betur hvers konar skröf það er. Þess vegna kallaði ég stundum matseðilinn, sko, að þú ert þetta með 20 kjötirétti og þú ert búinn að gleyma þegar þú ert búinn að lesa allan matseðilinn að þið langar í fisk. Og að þú hefur ekkert það að segja. Þegar þú fattar, mér finnst þetta segja allt sem segja þarf lýðræði. Þetta fjölflokkalýðræði, fulltrúalýðræði. Og það er líka, sko, svo er það þetta, það er verið að henda fullt af atriðum fram. Þetta er bara til að rugla þig. Og oft spáir maður í eins og þetta flokkakerfi. Það virðist oft á tíðum að vera sama hvora mannum þú ert. Já. Það er ákveðin manngerð sem er bara í þessu. Já, og það skiptir einhver máli. Þetta er bara eins og að ráða sig á bensinstöðu eða eitthvað. Ætlar að vera á kassanum í dag eða á dælinu morgun eða dælinu í dag og kassanum á morgun. Þú sér það, sko, ef þú ætlar að fara á framboðslista, segir bara hjá Framsókn og svo við veljum Miðjuflokk,
Þú þarft að byrja í ungliðarhreyfingunni, þú ert að byrja að fara á reglulega fundi, þú ert að byrja að verða þekkt andlit innan hópsins, þú þarft að síðan að fara að sýna og hafa eitthvað að segja, síðan þarftu að læra á við hverja er best að hafa vinnfengi, og síðan þarftu að fara að blogga aðeins eða skrifa lesitagreinar, og smátt, eftir kannski 1-2 kjörtímabil, þá færið að vera hérna 7. lista. Þú veist, þú þarft að fara goggunum. Þú þarft að fara alla röðina. Þú þarft að sýna að þú hugsi rétt. Þú kemst ekkert hjá því, sko. Ég pröfa það, ég fór í frambóðsum tíma. En þegar ég ber þetta saman með það sem ég upplifði, var að það sem ég upplifði var, þegar ég var byrjaður að taka sjálfan mig á beinið, þá komið við þessi jákvæðni, afslöpun, umburðarlyndi og svona, eins og þú varst að tala um áðan. Já, sem dæmi, partur af þessu sem er mjög einfalt að lýsa fyrir fólki. Ég hef aldrei notað flautuna á bílunum. Þú veist, en sumir er alltaf á flautunni. Já, það er mjög gott dæmi, já. Ég líði aldrei, ég notaði hana núna í fyrradag. Það var að því ég var staddur á ljósum og það var að nánast að koma á rautt. Prófaðu að gera ljóslaus. Mættu 20 bílum. Hvað eru margir sem munu láta þig? Þeir eru ekki margir. Þú veist, þetta er svipað dæmi. En þeir munu allir bölvaðir fyrir að vera ljóslaus. Já, en sviflið hana. Keyra ljóslaus. En það er hérna sem þetta kemur, að þegar ég fór að horfa á þetta, og ég var hérna að hlusta á Pétur og ég var að pæla í þessum hlutum og allt í einu fór ég að hugsa, heyrðu, já, sko, lýðræðið sem ég er alveg upp við er lýðskrum, en raunverulegt lýðræði, þar sem fólk sem sagt, kemur að borðinu, allir hafa tækifæri til að koma á borðinu, þá sá ég að 75% af fólki kemur bara helvítið svifleitt og nei þá hafa þetta svona og ég bara mótmæli öllu og bla bla bla. Bara egoismin alveg í botni. Og reiðin í botni. Og allt öllum öðrum að kenna alveg í botni. En ég tók eftir að þegar slíkt fólk er búið að koma 2, 3, 4 sinnum að borðinu og farið að finna, heyrðu, ég hef rödd. Það er hlustað á mig. Það er tekið mark á mér. Þá fer það inn í þennan farveg að skoða, býtu, hef ég þá ekki eitthvað fram að fara? Já. Þá verður þessi umbreyting. Já, þáttakandi. Já. Og ég þarf ekki bara að syngja í kórnum. Nei. Þá sér ég sjálfskvatninguna þarna líka, sko. Já. Og ok, heyrðu, fólk hlustar á mig. Já, ok, heyrðu, ég get komið með málefni. Frábært. Og þannig finnur fólk til sín. Ekki það, þú veist, eins og þetta með kokkanröðina. Þú verður að fara alla leið, þú finnur aldrei neitt til þín í þeirri, af því þú ert ekki í heilindum eða eiginlega forsendum af því, þú ert að geðjast einhverjum öðrum til þess að þú fáir eitthvað fyrir þín snjóð. Já, þannig að þetta er alveg sitt hvort samfræðin. Já. Og þess vegna að því ég svona taka svolítið mikið mál í að draga þetta fram, að því náttúrulega, sko, að þetta er náttúrulega vissanhátt flókið en á vissanhátt einfalt. En því erum við komin með kjarnan í því. Já. Því að sko þegar við byrjuðum að tala um spítalana og bjúrókratið og greiningar og hérna þessu, mér finnst þetta allt saman hanga saman. Já, þetta hangir allt saman, en maður er að reyna að koma inn á stungum með það, þú veist, eins og með spítalan, að reyna að fá fólk til að kveikja, til að átta sig. Þú getur ekki tekið heildarpakkann, eða heildarsýnina, eða sem það er, og rétt fólki. En þú getur sett eitt og eitt málefni. Já, heyrðu, er þetta svona? Ok, en býttu, hvernig er þetta þá þarna? Þannig að fólk fyrir aðeins að kíkja í kringu sig. Hvernig myndum við til þess, ok, förum aftur að dísilvélinni. Já. Nú erum við komin hérna með ákveðin sjóndeildarhring. Hvernig tæklum við dísilvélina frá þessu sjónarhorni með bensínvélina og það allt og rafmagnsmótorinn og svona? Hvernig tæklum við þeim sko svona auðvitaðni? Eins og með dísilvélina? Já. Meinar upp á til dæmis mengunin og það allt saman? Ég veit það ekki, ég bara er svona að leika mér aðeins með sko, þú veist, við erum til dæmis, við náum mjög vel saman með okkur að hluti. Mér finnst þetta áhugavert með súrefnið. Já. Og mér finnst þetta mjög áhugavert með köfnunarefnið. Já. Ég þótti mjög gott að heyra þetta með sótum dísilvélina. Já. Ég vissi það margar hérna vælukjófarnir, hérna, þú veist, fyrirsagnarkjófarnir, fyrirsagnarsspófarnir, að þeir horfa bara á dísilvélina því að hún reykir meira. Það er meiri lykt af henni. Þetta er meiri mengun.
Já, þetta bara því það sýnilegra. Það bara þannig. En þú getur náttúrulega taklað dísilvélina á annan hátt. Eða þetta málefni. Að því leyti að það búið að halda að þér bensínvélinu og dísilvélinni. Það hefur ekki orðið neinn framþróunar á því. Nei. Af hverju? Af því það hentar ekki. Og er það ekki best að tækla hana með því að við drögum allt upp úr skúffunum, alla framþróun sem að í raun og veru að stóra hluta til, en hún einhvers staðar í skúffunum allan heim. Og breytum jafnvel dísilvélinni. Þannig að hún verði vinstvæðni. Til dæmis, já. Það eitt flöturinn að þessu. Ég man ekki hvenær það var, en það var til ofurbatteríi. 1950 sem að það kemur fram. Hugmynd að svona ofurbatteríi. Shell kaupir það. Og það var sett niður í skúffuna. Svo er menna hamast við að finna batterí í dag. Já, maður hefur eitt svona, ég heyrði, það var einhvern tímann í pottunum sem ég var að tala svona hluti. Það var alltaf það var svo mörg umræðin í pottunum, sko. Já, já. Og þar var einhver kall sem var að segja mig frá því að hann sagði að það var í Kaliforníu. Kaliforníu setti ákveðnar reglur mengunarstaðla og fleira. Já. Og það kom fram frá Chevrolet hinn fullkomni rafbíl. Og þú var aldrei ekkert talað um hann. Síðan breyttust reglurnar í Kaliforníu og það voru breytt reglunum í USA og þeir bara settu þennan rafbíl á hillu. Það eru til kannski 50 svona bílar í heiminum í dag og þú eru svo dýrir og þú ert bara safngripir. En Chevrolet gæti byrjað að framleiða þá eftir 3 mánuði. Við þurfum bara að kveikja aftur á þessari línu. Já, ok. Þessari rafmagnslínu. Það nefnilega fullt af svona. Nei, það var General Motors. Já, Chevrolet, General Motors. En sjáðu til, ef þú ferð inn í tæknina, tökum hana sem dæmi, hvaða framþróun? Og bara viðbót, þetta var fyrir 30 árum. Já, það er það sem ég ætlaði að segja. 80 eitthvað, sko. 1950 og, ég held að sé 1956, þá nú verið stoppar öll þróun. 56, milli 56 og 60, þá kemur stelþotan fram. Það hefur ekki gerst síðan. Allar að segja mér það að allir þeir sem hafa verið eða þeir sem hafa verið að læra hafa ekkert lært. Sko, hvar endar allt? Já, ef þú hefði sagt að þetta hefði verið 65-75 þá hefði ég bara tekið beint inn í Englands sjö hjá mér, sko. Og innsiglinn sjö. En það eitt sem Buckminster Fuller talaði um. Mér finnst það mjög góða punktur sem mjög fáir tala um. Að hann sagði, ef þú horfir á endurreisnartímann sem byrjar upp úr 1500 og horfir síðan á tæknibyltinguna sem byrjar cirka 1750 eða upp úr 1700 eða milli 17, já, eitthvað svoleiðis. Ég man ekki hvernig vefstæðarnir komu. En þetta er svona hægfara þróun stig og svo allt gerist á svona milli 1700 og 1800 sprenging. Gufuvélin komin fram í kringum 1800, járnbrautirnar byrja upp á 1820 og þá byrjar sprenging, sko. En þetta byrjar svona cirka 1750, þessi iðnbylting. En hann var að benda á, sko, frá 1750 til 1950 til 1970. Hann er að tala um þetta, sko, 75 til 80. Hann segir það svo 1950 til 1970, þá var bara svona kurva af uppfinningum. Endalaust verið að bæta við og stækka og fjölga. En hann sagði, svo bara allt eins og stytti bara vatnið úr því. Það stoppaði allt. Það bara... Þetta eins og með, sko, það eru margir hlutir í gegnum tíðina sem hafa pirrað mig. Ég hef aldrei gert, eða ekkert alltaf gert mig grein fyrir því. Af hverju það er. Það fyrir í seinni tíð sem maður, þú veist, þessi opnun verður og maður fyrir að spá og spekulera öðrum í síðlutónum. Að einkaleyfi til dæmis, að ég hef alltaf tíð verið að móta. Og ég, það eru hvað, svona 10 ár sem ég áttaði mig á því af hverju það var. Af því þetta er stjórntæki. Þú kemur með einkaleyfishugmynd og það er einhverju skrifstofu heimilt að segja já eða nei. Og segja kannski eins og hefur skeð að nei, þetta er búið að finna þetta upp. Þeir taka að stinga inn í skúffu og það kemur einhver annar fram það. Að þeir líka jafnfram. Sumir vilja nú meina að Einstein hafi notað þetta.
Já, Það hefur verið partur á það hefur verið talað. Sumir segja það, ég kaupi það ekki, ég held að konan hans hafi reiknað þetta allt út. En ok. Hvað er betra heldur en að nota þetta sem stjórntæki? Já. Og grafa þetta niður. Margir tala um það. Þannig að tæknin, hún kemst ekkert áfram. Svo er annar punktur í þessu líka sem einhver bent á, ég sá það bara í dokumentari um Coca-Cola. Að það segir, Coca-Cola hefur alltaf gert þess að sækja ekki einkaleyfi fyrir uppskriftinni. Já. Vegna þess að einkaleyfi eru bara veitt fyrir í ákveðin árafjölda. Já, það eru upp í 10 ár sem að það er sko. Svo um leið og þeir hefðu skráð einkaleyfi, nokkrum árum seinna hefðu uppskriftin orðin almenningseign. Já. Eða þessi opinber. Opinber. Og hún faktist, sko, Svo þetta er annað stjórntæki. Já. Og faktist verður hugmyndin opinber þegar þú færið einkaleyfið. En þú getur höfða mál sem sagt á hendur þeim sem fyrir að fram eða búa til á 10 árum, skilur. Þetta er þitt og þú má ekki búa það til. En það er orðið opinbert og þetta er nefnilega mjög snjall leikur hjá Coke að þessu leyti. Það er mikið betra að halda þessu bara leynd. Fær enginn að vita hvað þetta er. Já. Það er eiga sínt. Já. Þeir framleiða allt sírupið í Atlanta. Já, já. Og ég meina, þú veist, margt af þessu hlutum og það er eins og er keyrt á í dag. Það er að fyrsta sem að fjárfesta spyrja, ertu búin að sækja einkaleyfi? Ég meina, til hvers? Af hverju ferðu bara ekki að vinna hlutum? Og þá ertu komin með, þegar þú ert að koma á markað, að þá ertu komin með ákveðið forskot og þú nýtir þér það. Það er líka annar hlutur á því, sko, ef að þú færið hugmynda einhverju, sko, það er eitt sem að maður hittist stundum fólk sem hefur gaman á hugmyndum, sem segir, hérna, ég fekk ógeðslega góða hugmyndi fyrir en ég ætla ekki að segja þér frá henni, en svo þú getur stolið henni. Ég hef aldrei sagt mér við þetta hugmynd, því ég er einn af þeim manneskjum í lífinu sem fær mikið af hugmyndum. Og ég fæ mikið meira af svona esoterískum og metafísiskum hugmyndum, meðan aðrir fá meira af svona tekníkal hugmyndum. Þessi öskubakki minnst hann alveg snill. Ég fæ ekki svona hugmyndir. En þetta er ógeðslega góð snill. Já. Þannig erum við náttúrulega bara misjafnlega stödd. Ég hef yfirleitt horft á það þannig, það myndi ekki hvarfla að mér að fara að sækja einkaleyfi. Mér finnst það ekkert merkilegt. Ég var nú að gera vídeo bara í gær, þar sem ég kallaði Fólk FM, þar sem ég var að tala um ákveðna hugmynd að útfærslu og open source útvarpsstöð. Og ég notaði svona útvarpssögu bara sem sniðmát til þess að máta við hugmyndina og til þess að svona leika mig með hana. Þetta er hugmynd sem ég var að þróa svolítið í huganum fyrir 4-5 árum. Ég hef ekki talað um hana neins staðar af því að ég hugsaði að kannski fólki í kringum mig sem langar að langa hana. En ég tók þessa ákvörðun einhvern tímann í vetur. Ég hugsaði, nei, það er engin hætt á því að neitt sem ég þekki sé að fara að gera þetta. Þannig að það er engin hætt á því að, þú veist, ég hafði geymt hugmyndina því að ég sagði kannski, þó ég vil ekki vinna við þetta, þá kannski myndi ég vera með smá input einhvers staðar. Ég væri svona consultant í hugmyndinni, sko. Svo ég sagði, heyrðu, núna bara tala ég um þessa hugmynd í hendinni frá mér. Ég hef engan áhuga á henni meira. Og þar með þeir, sko, ég var að hugsa við í gærkvöldi. Ég gert þetta áður með fleiri hluti. Þar sem að ég hafði verið að pæla einhverju, komið með einhverja niðurstöðu sem að getur kallast hugmynd, hafði aðeins verið að geyma hana, sér til, vil ég nota þetta. Ég átlans eina hugmynd sem ég tala aldrei um, sem að mér finnst mjög áhugaverð ef ég daginn færi aftur út í eitthvað brölt. Sem er mjög áhugaverð hugmynd og ég sagði, já, ég ætla ekki að vera að tala mikið um hana. En veistu, mér er alveg sama, ef ég sæi eitthvað fara að framkvæma hana, það er til þess eitt fyrirtæki út í bæ sem er að framkvæma hugmynd sem að ég var mikið að pæla í fyrir 4-5 árum og tala oft um. Og þá var ég vinkona mér hringdi bara í mig og hún sá þetta fyrirtæki byrja og sagði, þeir hafa skreiðlega heyrt í þér. Og svo bætti hún við og hló og sagði, þeir eru ekki einu svona að framkvæma þetta vel. Já, ok, já. En ég hef aldrei, sko, séð eftir að segja frá hugmynd. Nei. Sem bara fer. Nei. Ef ég veit ég ætla ekki að framkvæma hana. En ef ég veit að ég kannski framkvæma hana, þá geymi ég hana. Já. Og svo kannski ég bara hendi þessu. Þú veist, að því, sko, það sem ég er að reyna að segja sá sem liggur á einni hugmynd eins og ormur á gulli, hann fær ekki margar hugmynd. Nei, hann fær það nefnilega ekki og þetta er partur af því sem við tókum fyrir áðan. Þeir sáttir við sjálfan sig og jákvæðnina. Ok, eins og með þessar hugmyndir, þú veist, eins og með köfnarefnum og súrefnum og allt þetta. Ég tala um þetta bara hvað sem er. Það er bara frábært ef einhver gerði þetta. Ég er ekki að fara að gera þetta, það er alveg ljóst.
Og það með margt af því sem maður hefur fengið í gegnum tíðina, margar af þessum hugmyndum, maður bara hendir þeim út. Ok, frábært ef einhver getur nýtt sér þetta. Þú veist, alveg sem með pappabollamálin. Þegar ég var að velta þeim fyrir. Þetta hefði verið fínt bílskúrfyrirtæki. Já. En það bara, þú veist, ok, þetta var ekki rétti tíminn. Þannig að ef einhver vill taka þetta þá... Þetta var bara eins og maður gerir þegar maður fær hugmyndir. Þú férst þarna hugmynd, þú varst að velta henni fyrir þér, svo bara komin ákveðin tími og þú fórst að fá aðra hugmyndir við nýjarum. Sko, þú getur fengið hugmynd í dag að við erum fullkomna kerrulás. Já. En svo segir það, nei, ég er ekkert að fara að gera þetta. Ég ætla bara að skrifa flotta bloggrein þetta. Já. Vegna þess að það getur vel að einhver fara að gera þetta einhvern tímann, en þú munt alltaf vita, heima hjá þér, það er dagsetninga sem ég skrifaði þetta. Já. Ég veit að þessi hugmynd, veist, mér þykir vænt ég fekk þessa hugmynd. Já, já. Kannski fekk þessi framleiðandi hugmyndina af því að hann las greinina mína, kannski fann hann bara sjálfur. Ég meina það er oft þannig að það er sagt að, þú veist, það er, ef þú ert að hugsa eitthvað, þá eru 10 aðrir annars staðar í heiminum að hugsa það sama. Þannig að þjóðveldið ríkis. Það er bara þannig. Hvað hefur maður ekki oft dyrt eða þú veist, komið fram með einhverja pælingu og þá áttar þið á því, það er fullt af öðrum stöðum eða einhverjir 10 kannski annars staðar í heiminum eða einhvers staðar hjá þér sem er að pæla í því sama. En ég líka að hugsa sko nafnið á blaðið. Það er, mér finnst sko svolítið cool, þú veist, sko með suma hluti sem maður hefur verið að tala um. Já. Ef að einhver hugmynd sem maður ýtt af stað, eins og lítilli snjókúlu sko, litlu snjóbolta, ef hún fer af stað einhvers staðar, þá horfir maður á og segir, heyrðu, þarna er fjallið, þarna fór ég. Ég klifraði þarna líka. Ég á lítinn fána þarna. Ég á nafnið mitt neðanmáls. Veist, ég tók þátt í þessu, það er gaman. Já, það er gaman, en svo er líka annar flötur á þessu sem ég sá, að hugsa þetta þannig, að þetta kemur sér vel fyrir fólk í heiminum. Yes, skilur. Bara það eitt og sér er fyrir mig í dag, er ákveðin sigur. Ok, þetta hjálpar fólki, þetta breytir einhverju pínu litlu, þó að nafnum mitt sé hvergi við. En yes, þetta, þú veist, þetta er þó að færa hænufett heiminn til betri vegar. Já, þetta er hlutir sem ég oft velt fyrir mér. Af hverju hef ég til dæmis meiri áhuga á því? Ég hef meiri áhuga á því að eyða energi eins og ég, þegar ég var að bíða eftir þér áðan, og henda ákveðnum hugmyndum frá mér yfir strauminn. Já. Mér finnst það meira virði. Ég hefði getað sest niður við saumavélina mín að gera við buxurnar sem að ég gekk botninn úr í síðustu viku til að eiga heilar buxur. En ég get alltaf gert það. En það er mikilvægt að koma sér hugmynd á framfæri. Hvernig stendur það, ég oft velti fyrir mér, okkur sumt fólk er að setja svo mikið energi í það að reyna að hafa áhrif á heildina án þess að ætlast til þess að fá eitthvað í staðinn. Þetta er element sem er svolítið spooky. Í sko heimi þar sem allir virðast vera, hvað fæ ég fyrir þetta? Já, ég skil. Hvað byrð ég á bítum? Nei, heyrðu, er mér saman að þú gefur hugmyndina þína? Nei, þú ert að gera eitthvað úr því og fá pening og hús og kredit og nafn. Það viltu bara vera neðanmáls. Já. Það er cool. Jú, sjáðu til. Þá getur maður, sko, manngerðir. Já, maður getur að vakna döður í fyrramáli, sjáðu til. En maður lagði eitthvað á ogar. En hvaða gildi er það? Það er ekkert gildi, ekki neitt. Veist. Það er ekkert gildi, það er bara manni einhvern veginn, maður bara líður betur, maður er bara jákvæðari. Skilur? Hann er á bleikum skóm. Ég er ekki komin að bleika skíða þetta. Skilur, þú veist, þetta þarf ekkert að vera flókið. Já, nei. Og ef einhver, þú veist, tekur eitthvað upp, já, það er bara, allt verður mikið leitt. Men ég er svona líka, ég er svona vírt og líka, sko. Ég meina, þú veist, þetta er ekkert flókið ef allir gerðu þetta. Þú veist, ef fólk gerði þetta. Já. Hvernig heldur að heimurinn væri? Hann væri mikið betri, eða ekki? Ég held það. Já. Það er það sem við lifum í trú. Það er okkar trú á heiminn. Já, ég held það. Ég held ekki að Franko hafi verið með lausnina, sko. Nei, þú veist, það er enginn faktist með lausnina á þessu.
En við getum lagt okkar á vogarskálarnar til þess að verða betra. En þá kemur náttúrulega fólk sem segir já, ég meina demokrasíð okkar einmitt skrif í þessa átt, sko. Já. Ég meina, ég vil frekar Vesturlanda spillinguna heldur en kínversku spillinguna, sko. Ég veit það að ég get ekki sagt helmingina því sem ég að segja. Nei. Ég fengið ákúrur frá sumum vinum okkar fyrir okkur alltaf að ráðast á Bandaríkin aldrei Kína sem eru miklu verri og ég veit það ekki, ég á svona eitt svar við því, sko. Ég veit það. Ég veit það ekki. Ef þú tökum sem dæmi fangelsin í Bandaríkjunum. Já. Þau eru einkavædd. Já. Og þú stígur óvart vitlaust fram úr, handtekinn settur í fangelsi. Af því það er einhver á mælinu. Já. Það er einhver að fá pening. Og 75% eru svertingar. Já. Og 80% af þeim, samkvæmt Amkulter, eru synir einstæðra manna. Já. Því þær get ekki, þú veist, þær get ekki farið í fætingi við kerfið. Eða barist fyrir, þær hafa ekki orkuna til þess. Já. Barnavallar endraðist bara inn hjá fólki sem ekki getur varið sig. Já. Og viðkomandi getur ekki varið sig heldur eða farið í fætingi. Þannig að, hvað er betra heldur en að í sjálfum sér kippa svona fólkinn, heyrðu hérna, þið fáið borga fyrir hann. Og ef þú ferð inn í... Og þessi menn vinna, og þeir fá $1 á tíman einhverju leið. Já. Og ef þú ferð inn í hérna, og skoðar á bakku. Þeir eru stórlega arðrændir, sko. Já. Vegakerfið í Bandaríkjunum var hluta til byggt af föngum, sko. Já. Og ef þú ferð á bakku, hvar dælir mælirinn hinn peningum? Þetta er nefnilega, sko, þess að með mælirinn, það er hérna, kunni ekki verið á þetta alveg skurðlega, sko, því ég hef oft verið að ræða þessi mál með það. Og hann kom inn í svona framhætti, já, það er mælirinn. Og hann segir oft við mig, Ragnar, hvernig heldur þú að þetta sé með þennan mælirinn eða hinn mælirinn? Þannig að ég nota þetta orðið mikið. Bara sem metafórast til þess að skoða, já. Já, þú veist, það er svo margt sem þú skoðar. Og þessi samlíking með mælirinn, hún er mjög einföld og það er gott fyrir flest fólk að skilja þetta. Þú veist, ef þú tekur til dæmis hérna mjög einfalt mál. Tökum fasteignaverð sem dæmi. Það er fullt af mælum á fasteignaverðinu. Þar á meðal er stór mælir hjá sveitarfélögunum. Þau ekkert að hamla því að fasteignaverð fari ekki bara öllu valdi. Eins og einn var að benda mér á. Hann keypti sér hús fyrir, ég ætlis ekki 4 eða 5 ára síðan. Fasteignamatið húsinu hjá honum hefur hækkað 12 milljónir. Hann borgaði 250 og 60.000 þegar hann kaupir húsið í fasteignagjöld. Hann borgar í dag yfir 400.000. Heldur að þetta sé ekki stór mæli hjá sveitarfélaginu? Það er ekki talað um þetta. Það er nefnilega ekki talað um þetta. Þetta er eitt af þessum ósynlegu hlutum. Já, leiguverð. Sem þú hefur engin áhrif á. Nei. Þú getur... Og jafnvel ekki skilning hvernig þetta hafa áhrif á. Hvernig, sko, menn þetta er eitthvað svo með kvótan, sko. Axel var einhvern tímann að tala mikið kvótamálin að já, kvótinn hafa bara takað þessi tonn og deila niður á mannfjölda. Sko, Rússar gerðu þetta þegar Sovétríkin hrundu. Þá var þjóðarauðurinn bara sendur í ávísunum á alla borga. Þetta er uppskrift sem gengur ekki upp. En ég ætla ekki að fara út í þann fræting. Það sem að ég hef sagt, heyrðu, sko, hérna er kvótakerfið. Hérna er hugmyndin hans Óla Ufsa kvótakerfið. Og hérna er hugmyndin hans Axel kvótakerfið. Þetta er mitt kvótakerfið. Sjáðu til, ég ætla aðeins að... Það er ekki helvits kvótakerfið. Nei, ég ætla aðeins að taka þetta. Hver bjó til kvótakerfið, sko? Þú veist, það er þarna sem að við, þú veist, fasteignagjöld. Býta okkur á ég að borga þessu sveitarfélagi fasteignagjöld fyrir það ég á einhvern kofa. Hver ákveður þessa skattpínu? Já, þetta er, ég skil þetta. Ef ég kaupi eitthvað fyrir 1000 kall, þá er 200 kall af því skattur til hins opinbera. Bara út af virðisauka skattur. Hann er orðinn sko partur af umhverfinu, sem ég er hættur að sjá. Og þannig erum við aftur komin á stóru flækjunni, sko. Já, og þetta er eins og með, sko, þú veist,
að því þú varst að tala um kvótakerfið og það ætti að útdeila tonni á eða whatsoever á hvern. Bara eitthvað kerfi. Já, Það eru 3 en kerfi, ég vil ekkert já, kerfi. við vitum það báðir að það myndi ekki ganga upp. Það er alveg rétt. En það er skref í ákveðna átt til að brjóta þetta niður. Þetta er sama eins og þeir eru að tala núna með flugstöðina. Að einkavæða flugstöðina. Hérna Keflavík. Af hverju ekki skipta flugstöðinni um öllu þessum eignum upp í 330.000 parta og senda hverjum einu. Já. Á endanum náttúrulega þá koma einhverju til með að eignast það. Af því að það verða sumir sem selja þetta og það allt saman. Bara eins og gerðist í Rússlandi. Já. Pútín reyndar gerði svo eitthvað í því. Vegna þess að við vitum að það var einhverju síónistahópar sem að keyptu upp Rússland. Já, en ef þú ert með þá kvöð á þessu, sem dæmi, þú mátt ekki selja þetta í 10 ára. Þú átt þetta bara. Það er eftir einhver regla frá einhverjum. Já, það er regla. En ég er reyndar á móti því að það yrði svoleiðis. En fólk verður náttúrulega að taka svolítið ábyrgð á sjálfu sig líka. Já, ég er ekkert að segja já eða nei, ég er bara að segja að það eru bara fletir, sko. Já, en parturinn af þessu er það að brjóta upp kerfið. Já. Ok, við getum tekið flugstöðina, við getum tekið, ég var að reyna að upphugsa fleiri. Við getum tekið fullt af stofnunum eða hverju sem þetta heitir. Skipt þessu öllu upp, 330.000 eða hvað verður mörg, parta, gjör svo vel, gera við þetta hvað sem þú vilt. Viðkomandi stofnun yrði þá að standa undir sér eða leggjast það. Og það kemur náttúrulega að svara á móti hver og að fá peninga það, sem fara allir í gegnum sem sagt ríkissjóð. Við getum tekið Seðlabankann, við getum tekið Landsbankann og skipt þessu öllu bara upp. Það þýddi það að það þyrfti að fara að skera niður kerfið. Lyfjastofnun, tökum hana sem dæmi, við erum að ræða hana hérna áður. Þeir sem ætla að koma inn með lyf, þeir eru að borga eins og þú þurfa að gera í dag. Þá fer það ekki í gegnum ríkið, heldur fer það bara í gegnum stofnunina. Það er bara, hún tekur sig. Alveg eins og trésmiðurinn rukkar fyrir vinnuna. En hvað myndi gerast? Þurfum við á þessu að halda? Það er í fyrsta. Já, það er umræðan sem við þurfum og sko umræðan hefur aldrei farið fram meðal okkar hins almenna manns. Nei, getum við þá ekki tekið til dæmis það sem Danir segja þetta lyf, getum við ekki tekið það gott og gilt. Þannig við þurfum ekki að eyða milljónum í rannsóknir á þessu eða einhverja greffi, sko. Það er því fyrsta sem þið farið í. Og þá bara eftir kannski 4 ár, þau Lyfjastofnun einn maður. Eða 2 menn. Já. En þetta er náttúrulega það mikið stílbrot. Eða, sem sagt, þú þarft allt annan hugsunarátt í þetta. Það er einmitt það sem ég er svolítið hrifinn af, sko. Það er að brjóta hugsunina. Já, kerfis hugsunina sem er inn hjá sjálfum mér. Þess að segja, betur, hver segir að það eigi að vera þetta sé pappír hérna með þessum gjöldum og þessum kostnað og þetta er bara eins og með hundana mína, ég borga hundagjöldina hverju ári. Hver ákvað að ég þyrfti að borga hundagjöld, hver ákvað að þau eiga að vera há og hver ákvað á hvaða formi ég á að gera þau. Þau eru orðin partur af sko einu náttúrulega umhverfi þess að eiga hund. Það er svo margt orðið af þessu sem er það. Og ég hef ekkert aðgengi að þessu. Nei. Ekki neitt. Það er ekkert að segja. Ekki neitt. Og þetta er nefnilega, það þarf að byrja á því að brjóta þetta upp. Á einhverju stöðum. Flugstöðin. Já. Flugstöðin sem slík, hún er mjög gott, Flugstöðin og Landsbankinn eru mjög gott dæmi að gera þetta. Hættið þið að spáði hvort að þið einkavæða þetta, sendið bara hverjum og einum. Sínt hlutarlið. Já, ég skil hugsunina og ég er ekkert að segja svo röng eða rétt. Ég persónulega hef ekki trú á henni. En ég held að sko umræðan sé meira virði heldur en sko niðurstaðan. Já. Það er það sem ég er að gera með þessu með því að benda á þessi 2, sko það getur ekki skeð neitt, faktískt. Sko flugstöðin verður alltaf áfram, Landsbankinn verður einhverju mynd alltaf áfram. Ok, tökum flugstöðina sem dæmi. Við erum ánum með leikstöð. Ok. Ég var að hugsa eins flugstöðar í fyrra. Út frá öðru sjónarhóli. Ég fór aðeins að pæla í farþegaskipum. Já.
það var þannig frá, bara það var alltaf verið þannig, að við ferðumst á milli landa, heimsálfa, með skipum. Já. Þú fórst frá Evrópu yfir til Afríku og annaðhvort í gegnum Tyrkland sem var lengt krókur og þá gastu náttúrulega labbað eða farið á hestinum þínu. Eða þú gast fengið far með einhverju skipi yfir á milli Marokkó og Spánar eða frá Ítalíu yfir til Líbíu eða Túnis. Þegar þú ætlaðir frá Evrópu til Ameríku og keyptir far með skipi. Ok. Þannig að þú gast farið í, liggur við hvaða höfn sem var. Þú veist, segjum bara sem svo, þú varst segjum bara í Liverpool. Já. Og þú fórst niður á höfn og spurðir hverjir að sigla til Ameríku. Já, fyrst. Þá bara, já, það þetta sílaði. Já. En þú sagði sko, heyrðu, ég ætla, hann frændi minn sem í Bristol segir mér að það sé annað fyrirtæki þar sem að fara. Já. Veist? En þú fórst ekki höfn. Og svo, þú sagði þú, heyrðu, ég ætla bara að kaupa skip og gera þetta sjálfur. Já. Þá þarft þú leyfi til þess að leggja þig í einhverjum höfnum. Já, þú þarft leyfi til þess. Og þú þarft náttúrulega, já, þú þarft leyfi til þess. Það þarf að regulera þetta. Já. En það náttúrulega partur af því sem við erum að berjast fyrir að brjóta upp, skilur. Má ég koma með punktinn? Já. Þú er gaman á hann, ég veit það. Þá sagði, djöfull er þetta orðið einfalt í dag. Ef að við værum ennþá, ef að fólk væri að hugsa þannig, það er að vísu náttúrulega þú ferð sko frá Íslandi til Kaupmannahafnar og 3 klukkutíma á flugi. Já. Það er náttúrulega kúl. Já. Ef þú ætlar að fara með Smyril-line, þá er það hvað 4 dagar. Já, eitthvað svolítið. En á móti kemur það engin streita. Engin streita. Og veist, það er svona ákveðin svona náttúrulegir faktorar, sko, ef við viljum þetta náttúrulega. Já. Þú veist, svona meiri samræmi við tíma og sólargang og... Íti fólk og spjalla við fólk og... Já. Þú veist, tímir, þú veist, mómó og grámennir. Já. Þú veist, ekki bara alltaf gott að spara tíma. Nei. Okay. Þannig ég var aðeins að horfa á þetta þeim sjónarhólið. Þess vegna fór ég að hugsa þetta. Já. Ég var að hugsa, sko, hvernig ætti ég að réttlæta, þetta er bara hugmynd. Ég var ekkert endilega með neina agendu, sko. Hvernig ætti ég að réttlæta ef ég ætlaði að fara að segja við fólk það er betra fyrir okkur að fara aftur sjóleiðina. Sjáðu til dæmis með sko útbreiðslu á alls konar vírusum. Já. Það útbreiddist minna vírusum ef þú fórst sjóleiðina. Heldur með flugi. Og það benti mér á þetta kona í Hollandi fyrir mörgum árum. Hún sagði sko, eftir að farþegaflug komist á, það voru miklu meira farsóttum að koma upp miklu niður. Já. Og skordýrum að fara á milli heimsálfa. Já. Þannig að þarna eru fletir sem aldrei talað með frekar en súrefnisskútarnir, sko. En ég á svona bara að pæla í þessu. Allt í að fatta því þetta með höfnina. Eftir að það komu flughafnir. Þú sjá til London. Já. Það er Stansted, Gatwick, Heathrow. Já. Það eru 3 hafnir. Já. Farðu aftur til 1930. Þá getur þú bara farið með einhverjum bát einhver staðar og farið í land einhver staðar. Já. Reguleringin. Það er nefnilega það sem ég ætla að bæta nefnilega, já. Það er nefnilega það, þú ert komin með skráning á öllu saman. Svo, hvar ætlað þú? Nú færð þú þessa frábæra hugmynd. Ég veit ekki keypt land sem er líka 50 km frá höfuðborginni og byggt þar upp 3 flugbrautir með litlum kostnaði, það er svo fínn jarðvegur þar. Ég mun aldrei fá leyfi fyrir alþjóðlegri flughöfn á nýja flugvellinum mínum. Af því ég er ekki rétt tengdur. Og ég var að hugsa þetta fyrir og sagði hvað ætli séu margir nútíma neytendur, flugmiða kaupendur sem sjá þetta. Að í hvers skipti sem þú ferð í ferðalag, ferð þú í gegnum skráningu. Já, það er nákvæma Reykjavík. Það ætlar að segja mér það að einhver Mustafa Yusuf sem flaug frá Kaíró til Íslands og setti saman ammóni, nítrat og kol og steinolíu til að búa til sprengju og hann sem ekki skráður. Nei, þetta er nefnilega málið við þetta og þetta er það sem að fólk sér ekki. Og þú veist, allar þessar miklu breytingar sem hafa orðið í seinni tíð í sambandi við flugið. Þetta er allt skráning. Alveg í spann. Vá er náttúrulega bara svona einkafyrirtæki sem einhver gaur fékk hugmynd á og er bara svona sniðuðu business kall, sko. En tókst eftir fréttinni, sko, hann er ekki bara búinn að stækka helming á einu ári, hann er líka farin að fljúga reglulega frá Bretlandi til Ísraels. Heldur þú að þú fengir það? Nei, það fengir það ekki. Með litla flugfélagi þitt? Nei, og þú þarft sama
í dag þarftu sama ef þú verið með lítið flugfélag eða risaflugfélag og það sama skjala sístunni. Og hvað var að gerast fyrir 6 vikum þá allt í einu stuttu flugleiðir, eitt stönduðasta flugleiða fyrirtæki heimi, bara niður 30% í verðbréfum og núna í síðustu viku þá nánast ég eftir að það var kútnum aftur. Já. Bara út af 2 skýrslum. Já. Og ég bleikur fíl. Hvað var í gangi? Þetta það sem mér finnst svo skemmtilegt við samsærisröskun. Já, það þurfti... Þú verður farnir að sjá hluti sem eitthvað svo gaman að fatta. Þarna svo með flugliði, þá þurfti að koma einhverju að, skilurðu. Það er bara þannig. Það var eitthvað í gangi. En sko, fæðist ég sjá þetta? Jú, einhverju skýrslu, þetta var eitthvað neikvæð skýrsla okkar að barnið. Ekki spá með það. Bara fyrir að horfa á fréttirnar eða borða. Já, en ég held að það sé ekkert skýrslan, sko. Nei, ég er ekki viss, eða þú veist, það var kenning, sko. Já, það var ekkert skýrsla, það þurfti bara að koma einhverjum algjörðum að. En þetta finnst mér svo skemmtilegt að, þú veist, hvað eru margir sem dettur í hug þetta með flughöfnina, sko. Þú veist, og þú veist, það er svo margt, þú veist, allt í eru bara, já, þú færð í gegnum Smyrilæn eða flugstöði Leifs Eiríkssonar, þú ferð ekki frá Grindavík til Cuxhaven. Nei, þú getur í raun og veru, getur hvergi hoppað út eða hoppað á milli, óskráður. Ég hef hitt, ég get sagt þér eina sögu. Það er stelpa sem að þegar ég var kaffihúsarotta í Kanada. Já. Ég var svona á milli 20 og 25. Og þá fórst ekki á Feysi, þú fórst niður í bæ á kaffihús. Já. Og ég hitti stelpu sem var mikið á kaffihúsum og það var svona rotturnar sko, fóru að rotta sig saman sko. Já. Þeir sem fóru daglega. Og þetta var stelpa sem var þarna mikið og hún var komin svona inn í hópinn okkar, rottuhópinn. Já. Þessi stelpa kom til Íslands frá Danmörku. Já. Með því að hún hafði farið þarna norður í Hansholm og þar sem að mestu útgerðirnar eru. Já. Og spurst fyrir hvort það væri einhver skip sem sigldu til Íslands. Og hún húkaði sér far. Já, ok. Hún var puttaferðar á einhver skipi. Já. Já. Og þetta var svona lítill, nellin, brosmild, ljósar, dönsk stelpa. Þú veist, hún brosti við öllu. Hún var svona geðfelld manneskja. Hún pínu lítill, eða svona lágvaxin. Hún var ekki hrædd við neitt. Nei. Það var ekkert sem lyfti henni í skelkibringu. Skemmtileg stelpa og við þekkjumst ennþá á Facebook 30 ára seinna. En ég man að ég gleymi aldrei samræðið við hana. Það sem ég var að spyrja hann út í þetta, hún húkaði sér far, hún kom ykkur staðar í land á Íslandi, eitthvað skip sem hafði farið þarna út með fisk. Já. Og svo húkaði hún sér bara far í bæinn. Og ég bara, varst ekki hrædd að ég geti nundgað eða eitthvað? Nei, það er ekkert mál að koma veg fyrir það. Nei, það er nefnilega málið. Þetta er náttúrulega, stór partur af þessu er hræðslu áróður. Er svo mikil hræðslu áróður og þetta, þú veist, þetta er svo með flughæfninar, já, þetta er terroristarnir og allt þetta skilurðu. Þessi, hvað sagði hann ekki, hafi Von Braun, fyrst er því atómsprengju, eða kjarnorkusprengju áróðurinn, síðan kæmi terrorista áróðurinn og svo kæmi, það segir þetta 1950 og eitthvað, og svo kæmi UFO, eða þú veist, og nú skulum við passa ykkur. Það var búið að ná fullu kontról. Já, við sjáum þetta með svo margt. Já. Þetta er svo margt, bara eins og þegar allar mæðurnar, það sem ég neykslaðist á með barnavaldanum, það er allar mæðurnar sem koma inn á samskiptakerfinu og segja já, þetta voru örugglega slæm mamma, þetta var örugglega slæm mamma og bara taka börnin af henni. En mín börn verða aldrei snert. Nei, fólk er alveg tilbúið að fara í þennan gjörning og þessa dæmingu leið. Það var verið að setja núna reglugerð sem átti að koma frá Evrópusambandinu merkingar á þrífaefnisbrúsum. Ég sá eitthvað það. Og samtök iðnaðarins bentu nú á að þetta væri nú ekki svona strangt. Sem sagt, þú þyrftir ekki að setja það á, þetta voru tilmæli. Og það þýðir það að það þarf ekki að merkja endilega hérna á Íslandi. Við þurfum þess ekki. Þú getur haft þetta á einsku. En ég fór og skoðaði þetta og hugsaði mér að best að sjá hvað fólk segir. Og hvað stendur í kommentakerfinu? Þetta er bara heilsögum að kenna. Þeir er alltaf bara hækkun 20%. Þetta er alltaf, þetta er svo fáránlega framsett. Þú ert með risaverksmiðju sem að framleiðir hreinsiefni. Hvað kostar
að taka út úr línunni einhverja 1000 brúsa, setja þá á sérborð og handmerkja þá alla upp. 20% maður. Akkurat. En þetta er ekkert heildsölunum að kenna. Þetta er okkur, eða þessu bjúrokrati að kenna. Þetta er alveg eins og með það sem vakti áhuga minn með svona pælingar. Það eru kringum 87. Það hitti Hollending sem var ofnasölumaður fyrir hollenskt ofnafyrirtæki og þeir seldu ofna heim. En gallinn við Ísland var sá að allir ofnar urðu að vera með spennum á bakinu til að það vera hægt að bora rör í vegginn og hengja ofnin á það. Þetta kostaði 20% meira eða 15% meira. Taka alla ofnarna sem fóru til Íslands út úr línunni, sjóða spennu á bakið, setja þá aftur inn í línu til að mála þá. Af því að þetta fyrirtæki átti frábærar festingar til að festa ofnarna á. En með virðingu fyrir pípurum og hönnuðum, þá hendaði þetta bara íslensku kerfi. Nei, Og þá var allt í lagi að allir ofnar á Íslandi væri 20% dýrari. Já, og það er enginn að taka eftir þessu nema kannski örfáir píparar og sem að tala um þetta á sinni kaffistofuna, það fer ekkert lengra. Það fer ekkert lengra. Já. Og af hverju ekki, heldur þú að þessar festingar sem að ofnaframleiðandinn er að gera, sé ekki nógu góðar? Og þetta er bara alveg eins og þegar ég var hérna, það var stífla, einmitt bara hér. Það þurfti að losa upp hérna salerni sem þarna og svona komu hérna nokkri strákar sem voru í þessu í hverfinu. Og það kom dælubíll og eitthvað gengi þar til þess að athuga með að það var stífla í skólpir út í götu. Það tók tíma að leita að þessu og þá komu píparar hérna að vinna í þessu og þú veist það var alls konar við svona. Það var svona gaman fyrir mig og svona sýsla í kringum kallana og gefa þeim kaffi og kjafta við það og svona. Og ég fór að tala við það kvótakerfið vegna þess að það eru margir hérna á svæðinu sem lifa á sjónum. Og margir af þessum strákum höfðu einmitt farið til sjós eða verið á trillu eða þekktu eitthvað sem var í þessu. Og ég var þá var ég skoðað 2 ár sem þetta var og ég var þá að ræða við þá hugmyndina héraðsþingunum okkar. Af því þar hugmyndina héraðsþingunum einmitt þarna kemur, þarna fær hinn almenni maður sem aldrei hefur, eins og þú ert að benda á, þú veist, aðgang að því að pæli hlutum eða tjásugum þá. En þarna hefur hann 4 sem ári aðgang að því og getur allavega sér umræðina og sérvitringarnir geta komið með og þú veist það, þú skimur svona söðupottur sem síðan, en af því að við látum hann endurtaka sig 4 sem ári að þá kemur líka endurmatið og þú veist það munum gera þess trilljón mistök og ég verð ósammála öllum en smátt og smátt fara kvarnirnar í gang. Það verður að leggjast í eitt og eitt. Og fólk fer að, þú veist, og ég er svolítið áhuga að sjá hvað kemur út úr bara þessu. En þegar ég voru að minnast á svona pælingar og ég bara ákvað að taka kvótann sem mæli á það, þú veist, hvernig ætti að nálgast sjávarútveginn og þessa auðlind fyrir þetta sveitarfélag. Svarið hjá þeim öllu var til þess þarftu kvóta, til þess þarftu dokument frá valdakerfinu, til þess þarftu dokument frá bjúrókratinu. Þeir sá ekki út fyrir þessa girðingu. Nei, þetta er bara... Þeir spurðu sig ekki, hvað ef við rífum pappírinn? Vegna þess að hver hefur authorityð, og þá er ég ekki að tala um authority stendur fyrir hvernig heitir á íslensku hérna, authority, hver hefur vottað leyfið eða hver hefur umboðið til þess að setja regluna. Hvaðan kemur þetta umboð að einhver eigi að setja regluna? Þú til dæmis, allt þetta lið sem að vill laga vandamál Íslands með því að senda vandamálin til Brussel, ef að þetta fólk vissi hvernig bjúrókratið er í Brussel, eða tökum Sameinuðu þjóðirnar. Það talaði að bjúrókratið á bak við Sameinuðu þjóðirnar sé alveg hrikaleg. En það eina sem þú sérð er þessi fallegu í Babelstjörn. Og þú segir, nei, þetta er bara svona fínt hérna allsherjarþing, það sem að, þú veist, en það er víst rosalegt bjúrókratið. Alveg svakalegt, og það er talað það má nú aldrei tala um þetta Agenda 21 dæmi,
Nei. að það talaði Agenda 21 sé aðferð til að lauma þessu bjúrókrati frá New York inn í sveitarfélögin víða um heim. Já. Selðu ekki dýrarnir kaupið það? Sko, sjá þessu í Bandaríkjunum, þar Agenda 21, þetta orðið þvílíkur doðrantur og það í raun og veru verið að taka yfir ákveðin landsvæði í krafti þess. Íslendingar eru snillingar í að taka þetta upp og pakka þessi í fína Það er að gera þetta í Akureyri. Já. Nei, í Reykjavík, sko. Veistu hvað þetta heitir þar? Nei. Staðardagskrá 21? Já. Það bara sett í einhverja fínar umbúðir. Já. Þetta eins og með... Axel hefur verið að reyna að benda á þetta og hann bara, nei, þú bara geðveikur. Þetta bara sæmselskenning. Þetta skrafsett. Ég var í pólitíkinni þegar þetta farið að taka þetta upp. Ég varð alveg óður. Ég æsti mig alveg upp úr öllu valdi. Ég skildi ekki af hverju það var þá, en það var mín tilfinning fyrir þetta var ekki gott. Svo náttúrulega, þú veist, fólk var að kynna sér þetta og þetta bara, þú veist, þetta bara verið að taka valda fólki í gegnum þetta. Þú fá fólk til að samþykja það. Já, þetta heitir voðalega fínu nafni. Þetta heitir valda afsal. Já, þetta bara eins og, þetta sama með hérna Smart City. Það komið frá Sameinuðu þjóðunum. Hérna, nei, Evrópubandalaginu, Evrópusambandinu. Það skýrsla sem kallast Smart City. Og ég veit ekki hvort að bæjarfulltrúar, borgarfulltrúar í Reykjavík gerir sig grein fyrir. En það unnið skipulega eftir þessu. Og ég ætla bara að vitna í hann, sá sem fyrir skipulagsyfirvöldum í Reykjavík, þegar hann sagði að tíðasamgöngur í úthverfi geta aldrei átt sér stað. Hann sagði þetta í viðtali. Tíðasamgöngur á strætó og svoleiðis geta átt sér stað innan þéttbýliskjarna. Það með innan Reykjavík, þú veist, innan 101 eða hvað þetta á að vera. Þar geta það átt sér stað, ekki úthverfi. Þetta nákvæmlega það sem verið að vinna eftir samkvæmt Smart City. Það á að útrýma bílnum, einkabílnum. Takaðu ferðafrelsið. Takaðu ferðafrelsið. Fólk sem að bíl... Já, sko umhverfismáli. Umhverfismáli, já, það verið að keyra hafa inn á það. En svo eitt góða við þetta, þá verið bannað að keyra á bílum í Reykjavík, inn í miðbænum. Og myndavélarnar sem að taka myndaðir ef þú ferð úr Reykjavík núna, því að einhver stelpa týndist. Já. Þannig að það þetta skattleggja þig að þú ferði utan höfuðborgarinnar og ert að menga. Þetta dreifa kolefni í vegagarðinn. Það er þessu líka sem það kemur ekki frá. Þetta. Já. Hvað ertu komin með? Nákvæmlega sama og við vorum að tala með ferðapassin í Sovétríkjunum. Þú fórst ekki á milli svæða nema að hafa ferðaleyfi. Akkúrat. Og þú ert komin með skráningu. En í staðinn fyrir að við setjum upp ferðaleyfi, þá heitir það gjaldtaka fyrir að þú gerðir syndgaðir. Og það vitað upp á hár, nákvæmlega hvar þú ert og hvar þú varst. En þegar við komum að þessu, við erum farin að fara í svona víðan völl og ég held að við ættum að fara að loka. Já. Þegar það er komið á rautt á þessu batteri og komin 1 klukkutíma og 50 mínútur. Ég ætla að vitna áður lokum. Þá ætla ég skrifaði grein á sínum tíma, ég þarf að finna hana, ég held að ég sé búin að setja hana hann inn á. Hún komin á, þú ert með rsp.com. Hún komið þar inn. En það skrifað ERRESSP. Já. Sko, það sem ég kallaði, það sést nokkur ár síðan, 3 ár síðan sem ég skrifaði þetta, er að ég skrifaði greinina Hunger Game District Ísland. Ég held að ég vissi hana. Já, þarna ég einmitt að fjalla þetta og þetta áður ég fer að sökka mér inn í Smart City. Þetta góður punktur vegna þess að, já. Og ég meðist þessi, sko, það sem áður ég stóð upp, sko, af því þegar við erum búin að fara yfir svona vítt og við erum bara rétt að byrja að klappa skottinu á bílnum, sko. Já.
og ég gleymdi mér tíma að taka viðtal og fór út í samræður. Það er alltaf leið líka. Ok. Með þess að spurningalistin. Annars mér ekki byrjar að honum. En það er gott, við geymum hann. Já. En það sem að mér finnst áhugavert, það sem ég nefnilega vaknaði eftir að pirringurinn lagaðist, frá því ég gæti ekki vakið fólk til meðvitundar minn sannleika, er að ég fór að rýna meira ofan í ég fór að horfa minna á elítuna sem spilta og meira á almenning sem spiltan af því almenningur hefur ákveðin tól þá er ég ekki að tala um mótmæli. Nei. Þú veist, bara eins og þetta, ef þú leggur ekki inn í bankann þá sveltur bankann, bara sem dæmi. Þegar ég sá að almenningur lætur lokka sig á hverjum degi út í þref og tilfinningasemi frekar en að hugsa skilir, bæði ég ætla að rannsaka, ég ætla að nefna sjálfan mig, ég ætla að pæla hlutum og ég ætla að rýna í spillinguna og ég ætla að sjá spillinguna eða sjálfum mér að ég er sannleikurinn. Sjálfið, ekki egoið. Að elítan, hún er bara að gera eitthvað sem hún kemst upp með að því bjávarnir leyfa. Að því bjávarnir leyfa. Og ég er hættur í rauninni að, allar elíta bara að gera þetta og kemst upp með það. Þessi skrýtlu er bara gott að því. Ég komið að fannst það. Já, þetta er þeim sjálfum að kenna. Mér finnst bara, og borgiði mér smá skatt fyrir að segja þetta. Já. Bara leiði mér að fá brota skattinum eitthvað. Sem þið heyrðið á bjálfum. Já, þetta er eins og við vorum að tala um áðan, svona í lokin að þess að fá fólk til að hugsa. Sem er alltaf, eða mjög oft talað þú veist, það er talað um 2 hliðar á pening. Aldrei heyrt það. Ég fór fyrst að benda á þetta held ég fyrir 2 árum síðan. En kanturinn. Aldrei heyrt það heldur. Það er ekki talað um kantinn. Hvergi? Nei. En hvað er kanturinn á peningnum? Þú veist, í þessu, til að fá fólk til að hugsa, hvað er kanturinn á peningnum? Hann hefur flatið á, Akkúrat. Því stærri sem peningurinn er, minna það. Taktu bara 1000 kallinn. Það er bara pínu lítill kantur á. Staflaðu 3000 köllum saman og þú ert komin með þykkt. Já. Þú veist, þú getur þetta. Hugsa þetta svona. Ekki hugsa, það er ekki tvíliðu. 2 hliðar á peningum, það er alltaf 2 hliðar á peningum, það er alltaf 2, þú veist. En kanturinn. Við erum báðir byggin á það. Þetta var fyrir mér þegar ég fór að nota þessa hugmynd. Því að, þú veist, já, við höfum tala mikið þetta. Því meira sem að ég nota þetta, þeim mun meira nægja að sjá hluti og þeim mun meira er það gaman. Þú ferð inn í, með þessu að gera þetta, að þá ferðu og horfir gagnrýna á. Það er ekki bara þessi 2 mál eða þessar 2 hliðar. Heldur alveg eins og með plastið á það, eða það sem við höfum verið að tala. Hvað var verið að fela fyrir? Já, mér finnst nefnilega eins og þegar við komum þarna, að þú veist, ok, hérna er sannleikurinn sem við erum alltaf upp í. Nú er ég búinn að finna hina hliðina, það er sannleikurinn hérna. Svo er ég búinn að fatta, það er þykkt á þessu, en svo þykkt hefur 4 hliðar. Og þannig að þegar við tökum plastið, ok, við finnum opveru hliðina, við fundum þína hlið, ég var með flöt á þessu, svo er kannski til, mér finnst það bara meira gaman að finna fleiri fleti. Mér finnst meira gaman í dag að taka minn eigin haus, mína eigin heimsmynd. Því að hausinn á mér er heimsmynd. Því heimsmyndin er endurspegluð inn í hausnum á mér. Að ég fann að líta meira á heilan í hausinn í sjálfum mér sem leikfangið. Að ég er meira þegar ég er andi ýmislegt þá er ég að hluta til í hvert skipti að líta á nýjan flöt í þeirri heimsmynd sem raðast saman hérna inni. Og ég er hættur að taka hana sem einhvern heilagan egoisma. Já, það er lítið sem er heilagt í þessu. Þú getur ekki sagt að það sé þessi hlutur sé heilagur eða þetta sé rétta myndi. Við vitum í raun og veru ekkert það. Þegar ég dett onni þetta, þetta er eins og einn vinnur okkar sagði daginn, mér finnst óþægilegt að gamla heimsmyndin mín er ekki hrunin, heldur finnst mér bara, ég veit eiginlega ekki hvaða heimsmynd ég kom með í staðinn og mér finnst sumt af því sem var í heimsmyndinni minni ég sakna þess og lýst ákveðna sársauka. Ég kannast við þetta, ég hef farið í gegnum þetta. Það verður allir að fara í gegnum þetta. En í dag er ég komin á þann stað, leið og ég er komin með einhvern sannleika sjálfur, þá fylgir því bara vanlíðan.
Ég upplifi vanlíðan ef að ég finn einhvern sannleika. Já, Ég vil gert þér. já, jú, það kemur upp söknuður og það kemur upp vanlíðan yfir þessu, akkurat þetta og svona. En það bara partur af því, skilurðu, að þú getur ekkert gert í því, skilurðu. Já. Ég líti á það þannig, ok, þá var bara komin skrefi ofar. Já, einmitt. Og þá það bara allt í lagi. Tökum þetta svona dansspor. Allir kunna vals. Þú veist, við höfum farið í gegnum einhvern tímann einhvern dansnámskeið sem við lærðum valsspor. Já. Hérna, svona, þú labbar sko í svona ferning. Já, það ferningurinn, já. Og þú lærir, þeir eru dálæri, þú svona. Svo fórst að dansa þetta og þá eru mörg pör og þetta er svona ballroom, sko. Já. En síðan horfður á danskennarann sem var búinn að dansa svona síðan hann var 5 ára. Já. Og var kominn yfir 40. Og gat gert þetta sofandi. Já. Og þú sást hann taka kannski partner sem hann var vanur að dansa við. Já. Sem var í sömu sporum. Og þau fóru hringinn. Já. Og þú sást aldrei ferninginn. Nei. Því ferningurinn var þau voru löngu búin að brjóta hann utan. Já, hann var bara, þú veist, það var bara flæði sem var það. Og það er það sem að við erum líka að gera. Það er þetta flæði sem þú ert að ná. Já, ég var að reyna að lýsa því svo. Ef að ég finn allt í mjög fastur í sannleika, þá verði ég að reyna að brjóta. Vegna þess að leiðu ég festist í sannleikanum, þá líður mér eins og ferðaleginu sér lokið. Já, þú getur líka sleppt honum. Já. Þú getur sleppt sannleikanum og hugsað, ok, þetta er svona, þá er það bara allt í lagi. Og ferð bara yfir á einhvern annan stað eða skilur. Þú þarft ekki endilega að brjóta hann. Nei, hann getur verið bara legokubbi, þú veist, bara eins og hérna miði, þú veist, hérna er bara púsluspill. Já. Þú veist, en ég nenni ekki að hanga á þessari púslu. Þú ætlar ekki endilega að vita hvort að kubburinn á að vera þessum langsum eða að vera sökkvaðir í mörg kaflar. Já. Þú gerir það ekki, þú setur það bara niður. Það kemur eitthvað hann át frá honum. Já. Næsti legokubbur eða whatsoever. Og þannig sé ég svo marga, sko, sem að, þegar ég er að gera grín að þeim sem eru svona vaknaðir, sko, að þá finnst mér svo oft sem að þeir hafa bara farið frá einum sannleika yfir í annan. Já. Að þeir hafi ekki, sko, náð þessum dansi. Nei. Það er, sko, það er mikið til í því. Og þá er fólk í sjálfur sér, þú getur sagt það svo, ok, þú fórst heim að borða þér og allt þetta, þetta daglega, fer svo yfir í eitthvað annað og uppfyllist af einhverju neikvæðni. Það er allt umögulegt, það er allt ómögulegt, en þú ert bara öðru, þú veist, faktist ert á sama stað. Það er bara já og nei. Það er ekki munur að ná. Það er alveg eins og þú segir, þú ert í öðrum sannleika. Já. Bara neikvæða sannleika og jákvæða sannleika. Þannig að þetta er orðið eins og sko, þú ert komin út í hinn frjálsa heim, þar sem bara hver dagur er bara lifaður eftir því sem við á, eftir því sem að... Bara eftir því sem skeður. Já, og eftir þeim ákvörðunum sem þú tekur og eftir... Já, og eftir samskiptum við aðra og... Já, bara eins og með Kátu, hún vildi ekki vera hérna yfir mig, svo kom yfir og svo var hún með einhverja stæla, hún gæti maður fyrir leikfang og tæta voru búin að tæta það í sundar. Já. Þannig að maður bara leyfði því bara að gerast og vann með því, sko. Og svo bara fer maður hérna á milli og sefur. Þetta er í annað skiptið, sko, alla hennar ævi, ég er búin að eiga hann í 12 ár, sem hún finnur svona vikursteinum fyrir að þetta er annað skiptið á æfinni sem ég hef alltaf passað upp á hundar reyni ekki að taka grjót, sko. Sumir eigendur leyfa það, en þetta er vont fyrir þennan með þér. Já, þetta hlýtur að vera illa með þér. Og ég hugsaði bara, er hún ekki bara að senda mér skilaboð? Jú. Láttu mig fá eitthvað sem ég get. Já. Já, þetta er... En við erum búin að bjarga heiminu. Já. Það er öllum. Já, er þetta ekki bara gott? Við erum konum með alveg þurruglega 3 tíma upptöku. Já. Áður í skiptum batteri var örugglega komin klukkutími eða hálftími. Já, allavega það, sko. Þetta er fínt í bili. Það þú gleymdir að segja dagsetningu. Þetta var 29. apríl 2017. Og listinn, það var ekki tekið fyrir á listanum. Þetta er eins og þeir eru bara fyrir og hitti Markús, sko. Það ætlar að fara með lista. Þetta og þetta því. Markús er bara svona ofurmenni, sko. Já. Og hérna var eitthvað sem ég rætt á í morgun, þetta var hann að sjá mig, sko, en þetta voru náttúrulega þetta hlutir sem við hefum talað um áður, köfnunarefni, súrefni og hérna fjárlög.is, þannig að en sko þessi miði, þennan, sko, ég vissi það alveg við myndum ekki klára allt sem við getum talað um. Nei. Því að ég vil, eins og segja á ensku, I reserve the right
To recall you. To recall this witness. Já, það minnsta mál. Ég hef áður tekið viðtal við Tryggva Hansen og eitt við Sturla og svo eitt á netinu við Hafna. Já. Og ég ætla að búa til svona playlist á YouTube-inu mínu sem heitir bara samtöl eða viðtöl. Já. Og ég tel ekki Axel með því ég er búinn að vera svo mörgum djúkar. Margir tvíir. Það komur alveg svakalega mikið. Rosalegt. Það víst til Facebook-grúpa yfir djúkaðanum. Nú það? En Hafni stólkaði hana. Já, ok. En þannig að, sko, mig langar að vera með, og það einn vinur okkar verður í næsta viðtali, sko. Já. En það búinn að vera ákveðið þrýstingur frá þér og fleirum og þú veist, þið eru fáinn í hringnum mínu sem að vera að þrýsta, svona Stíga skrefið. Svona hvetja mig til þess að hugsa þetta. Já. En ég er bara vonandi að fólk hafi gott að þessu, eða þú veist, getur í. Mér finnst þetta spennandi því það svo margir í kringum okkur sem ég tek eftir til þess eins og með djúkaðanir. Það eru margar 3 til 6 tímar. Já. Og fullt af fólki við nett að horfa á þetta allt saman. Já. Það var einn náungi sem hringir ykkur í mig. Strákur sem svona stundum á landinu og stundum ekki. Hann er svona gaur sem er ekki inn í kerfinu. Já. Og hann sagði, ég nenni ekki að horfa á eitthvað sem meira klukkutími. Nei. Ég bara nenni ekki að setja hvernig í gang. Nei. Nefnum að geta farið von í. Þú þarft að geta farið ofan í og hérna, sko, maður horfir stundur svona á stutt YouTube. Það er bara afþreying. Þá er maður bara, þú veist, hreinsa hugann, sko. Ef þú ert að fara inn í þetta 1, 2, 3, 4, 5 tíma, þá þarft að fara í allt annan ham, sko. Hitt er bara svona. Já, og svo kemur líka ábending eins og einn kunningi minn sagði um daginn, ég reyndi að hafa þetta bara 20 mínútur eða bara, þú veist, 3 sinnum 20 mínútur. En sko fólk má ekki gleyma því, þú veist, ég ger þetta stundum, ég hlusta í hálftíma eitthvað, ég hlusta á hann aftur, ég klára það svo. Já. Ég gerir það oft, sko, maður tekur ekki allt í einni sessjón, það er oft sem maður tekur ekki áfram, sko. Það er bara. En ég er líka að horfa þessu vegna því ég sé ákveðna myndun, ég veit ekki hvort vélinn er ennþá að, ég held það samt. Þetta er öðruvísi batteri, það er lengur að tæmast. Að, sko ég sé til þess á netinu, þetta er fólk sem ég þekki erlendis frá, sem er að horfa mikið á alls konar pælingar á netinu. Já. Og þetta er svona galdurinn í YouTube, sko. Að ég sé að fullt af fólki hefur gaman yfir þetta af vídeóum þar sem fólk er að pæla í hugmyndum, að því að nennir ekkert að vera að lesa ykkur bækur. Nei. Og ég sé að það myndast ákveðin kúltúr, þar sem fólk er einmitt, sko, ég held hún hafi sett þetta best hún frú Lady Michelle Renouf sem ég hlusta stundum á. Ég var að rifja bara eitthvað viðtal við hana í gærkvöldi. Hún sagði að þetta voru svona holocaust revisionista-fundi hjá London Forum sem er svona hægri öfgaflokkur, fasistaflokkur í Englandi. Að hún sagði, sko, ég er ekki holocaust revisionisti. Nei. Ég er mikið hins vegar í kringum þá, af því ég styð þeirra baráttu fyrir málfrelsi. Já. En svo kom hún með punktinn. Hún sagði það sem mér finnst skemmtilegast af öllu. Það er þegar það er svona dinner og matarborð og koma hérna kannski hópar af fólki og borðar saman og spjallar allt milli himins og jarðar. Já, það er ekkert, þú veist, það er engin ákveðin dagskrá neitt, það er bara, það er í flæðinu, sko. Já. Það er, þú veist, einn kemur með þetta og það er bara flæði sem myndast. Það held ég að sé mjög gaman að Ég tek undir með henni það. Já, ég held að þetta sé, sko, mjög mikils virði. Og ég held að þetta sé að skapast á netinu. Ég sé til dæmis bara á 3 árum eru margir að byrja að slaka á með hérna í, þú veist, ég fekk hérna bara kommenti fyrir þetta á eitt vídeóna mína. Það var einhver gaur sem kom og skrifaði undir eitt vídeó frá mér. Æ, þetta var gaurinn, þetta var rússneski kommunistinn sem sagði fyrir að tölvan þín ætlaði að drepa þig. Helvítis fíll. Og ég horfði á þetta kommenti og sagði, hvenær fekk ég síðast skítakomment? Og ég hafði enga hvöt til að svara honum. Nei.
það er ekkert að fara inn í þá ormagreiðu sko, að standa í einhverju svoleiðis að svara. Ég meina fyrir 5 árum þá voru rosalega mikið af hérna deva-kommentum út allt sko. Já. Fólk að slaka á. Þetta verið það svona risastórt sko. Já, ég held að líka það er ákveðið umburðarlyndi sem er komið sko. Það er alltaf einhver einn og einn sem að fyrir einhvern látum og umburðarlyndið er að verða meira, sem betur fer sko. Já, og umræðan fyrir vikið að verða. Já, hún verður málefnalegri. Já. Og þá er það sem ég er svona velta fyrir mér sko. Getur það verið að sko verður sem að sjá, sko YouTube fyrir gáð, 2006. Núna er 2017 og við erum að sjá bara frá svona 2010, 2012 ákveðna sprengingu í þessu svokallaða landi. Já. Og það eru mjög margir konur mjög langt með þetta. Já. Bara eins og ein stelpa sem ég var að uppgöta bara fyrir hálfmánuði. Hún er með 3 rásir. Nú er það? Já. Og það er alltaf vel merktar sko, og það eru linkaðar innbyrðis. Já. Þannig að maður finnur þær ef maður er áhuga á því sem hún er að gera. Já. Hún er með hennar agenda en nánast algjörlega í gegnum hverjum tekur við viðtal. Hún er ekkert að landa. Já. Það er allt í gegnum viðtal. Já. Og hún er mjög lekker og skóf framsetning og hún er með eitthvað 100 og eitthvað 1000 mann sem fylgjast með henni sko. Okay. Hún setur ekki frá sig eitt vídeo og öðruvísin að séu 20.000 manns og ára sko. Já, já. Hún er búin að vera að ykkur 3, 4, 5 ár. Já. Það er fullt af svona fólki. Já, já, það er fullt af fólki og þú veist, sem að er misjafnlega statt í málefnunum sko. Suma hlustar á kannski svona hlutatilkilju, grípur annars lagið inn í og það er mjög hollt. En svo eru aðrir sem þú fylgist betur með. Og þú tekur inn það sem að hentar þér, viðkomandi hver og einn. Ég held að fólk sé að fara að átta sig svolítið á þessu. Hverja þú tengir við sko. Já. Þetta er eins og ég átti tímabila sem ég hlustaði mjög mikið á Jesse Ventura fyrir svona 2013-14. Já. Núna nenni hún mikið. Nei, það er ekki bara löngu farinn frá þeim stað. Til í dæminu sko að maður nenni því sko. En það þýðir ekki að ég sé búin að afgreiða neitt. Nei, hann bara hentar ekki, hann hentar mann ekki, hann hentar einhverju fólki, skilur. Já. En fyrir mína parta þá hentar hann mér ekki. Nei, það er, og mér finnst þetta bara svona punktur sko með fullri virðingu fyrir honum. Sko, þegar ég var að hlusta á, ég hafði helviti gott af því. Já, margt sem hann, skilur. En þú kemst bara á annan stað. Þetta er bara partur af því líka. Já. Sumir, eins og þú varst að segja það, sumir festast. Við erum bara hjakk alltaf í sama færnu. En þú kemst kannski á annan stað. Þá koma aðrir sem þú ferð að hlusta á og svo ferð á enn einn staðinn. En þetta er alveg óháð hvað hinir voru að gera. En þér þykir samt gaman, væntum sko gamlar hjásvæðir sko. Já, þú kíkir annars slægið inn en þetta er sama hjólið sko. Þetta er sama rullan. Það er það sama hvíta músin á hjólið. Þú mistir ekki að neinu, skilur. En ok, þú veist, þetta kom mér á stað. Já. Það má alveg horfa þannig á, þessi kom mér á stað. Og þú veist, eins og með fólk sem að byrjar á David Icke eða eitthvað. Hann er að fela klingunana. Já. Ég hef ekki búin að fatta það. Reptilían er bara til að fela klingunana. Klingunarnir stjórnar hljóðið. Það er nýja samsærikenningi mín. Ég er ógeðslega mondin yfir að fatta þetta samsæri. Það er búin að fela klingunana. Já, já. Þeir voru í Star Trek bara til að fela þeir eru alveg sko. Það enginn myndi trúa þeir væri akkurat sko. Já, já. Chemtrail til þess að fela hérna gameskipinu þeirra fyrir ofan flugvélarnar. Stóru, já. Dýpa, grætt. Já, þú sjáur ekki gameskipin sko. Svo hættar með chemtrail og þá kemur þetta. Nú ætlum við að passa ykkur. Þannig efnin sem myndast á linginu sem fólkstíðu myndar, það er útblástur gameskipinu, en ekki chemtrail. Þetta eru mengunarvarnir. Harp eru antennast til þess að tala við klingon hómast. Já. Það er hægt að byggja þetta upp svona. Já, þú getur byggt þetta upp á allar handar. Ertu ekki að sjá það sannleika? Þá kem ég ekki eftir í viðtalið. Sá ekki sannleikann.